Áður en við byrjum, þá viljum við þakka styrktaraðilum okkar. Þessi þáttur er styrktur af Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins, þar sem er hægt að velja úr 29 mismunandi iðngreinum. Og það er einnig hægt að taka stúdentsprófið. Einar, þú ert í skólanum. Já, Hvernig líst þér á skólann? Mér finnst það bara heldur fínt, sko. Ég er á ljósmyndabraut og mæli bara mjög mikið með því, sko. En þú ert að taka ljósmyndun og stúdent? Já, þannig ég er á fjölmiðlabraut núna, en svo þarf ég að sérhæfa mig ykkur og ég ætla að sérhæfa mig í ljósmyndun og svo tek ég stúdentspróf og tek svo sveinspróf í ljósmyndun. En er ekki 3 location á Tækniskólanum? Jú, hann er hér allana og svo er sjómannaskóli sem ég er í og svo er held ég einhverstaðar upp í Hafnarfirði, minnir mig. Já, þannig að þetta er geggjaður skóli, nóg að velja á iðnbrautum og svona slíkt. Já. Ljósmyndunámið er mjög praktískt, Já, og kvikmyndanámið? Já, þú fær próf í ljósmyndina. Jú, ég fæ svona gráði. Já, við einmitt höfum tekið viðtal við Dóra sem fór í Tækniskólann. Já, hann heitir Halldór, sko. Já, við köllum alltaf Dóra. Hann fór í kvikmyndanámið og hann mælir mjög mikið með þessu. Já, lokaverkinu er búið til stuttmynd, það er örugglega geggjað gaman, sko. Já, við getum tjekkað á hann á netinu. Já, líka bara þáttir maður, shit. Tjekkið á henni. Það er bara takk Tækniskólann. Takk Tækniskólann. Herri, við erum einnig styrktir af Meridian Grooming. Já, það eru rakvélar. Það eru geðveikar rakvélar sem við eigum báðir. Við eigum báðir, keyptum það báðir áður en þeir styrktu okkur. Já, það styrktu okkur og þess vegna spurðu hvort þið vildu koma í samstarf með okkur og þeir sögðu bara auðvitað. Og þetta er hannað til þess að raka neðanbeltis í sturtunni af því að þetta er vatnselt. Virkar í 90 mínútur á hleðslunni og þá er hann þægilegt. Þú veist, það er ekki fræðilegu möguleiki að fara að skera það með þessu. Það þarf að ýta mjög fast, sko. Já, þannig ég mæli 100% með henni. Já, ég líka. Og þú getur notað afsláttarkóðan 2 fellar inn á meridiangrooming.is eða fara inn á samfélagsmiðlunum okkar og ýta á linkinn og þá fá hann automatically og þá getur bara haldið áfram með allan greiðsluferlinn og panta ykkur geðveikar rakvél. Þannig já, takk hérlega Meridian Grooming. Svo viljum við bara þakka ykkur hlustendum. Já, og bara njótið þáttarins. Takk hérlega. Ég heiti Snæbjörn Ragnarsson og þið eruð að hlusta á hlaðvarpið 2 fellar. Þá bara fyrsti þáttur á 2022, það er Snæbjörn Ragnarsson. Velkomin í 2 fellar. Kæra þakkir. Velkomin. Takk. Þetta er fyrsti þátturinn hérna. Já. Hvernig er að vera komin hérna á nýjan stað? Það tala um mig? Já. Ok, herri, við bara sleppum gestinum og bara... Þú erum ekki að tala þessi einhvern. Það er geggjað að vera komin hingað, sko. Þetta er snill. Lifta. Já, liftan. Var ekki lifta? Nei, 4. hæð, sko. Já, þetta er ekki 4. hæð. Ef það var ekki lifta hérna, þá væri ég ekki að það komin. Nei. Ég er að fara niður tröppunar. Það eru 307 tröppunar. Það er alveg mikið. Við erum sem að gera eitthvað svona challenge, bara þú veist, eitthvað sem tapar, hann þarf að bera allt ótið upp alla stíðana. Það væri ógeðslega að fyndið, sko. Hún myndi fá fucking huge kálfa, sko. Þetta er grand stuff, sko. Þetta lúkar vel, sko. Þetta er gaman, sko. En hvað, þú vinnur á auglýsingastofu, ekki? Jú. Hvernig er það bara að vinna við það? Það er frábært, sko. Það er náttúrulega, ég held að geti þetta ekki allir, sko. Ég er ekki að segja að það sé svona erfitt, en mindsetið er, held ég, það er svona, sko. Það skemmtilega við þetta er að það er alla típur af fólki að vinna þarna. Af því að auglýsingastofu þarftu, sko, að búa til, bara fá hugmyndir, bara creative stuff, sem er svolítið kannski það sem við erum að gera hérna. Þú veist, bara koma með eitthvað konsept og bara tala í fólk og bara græða eitthvað og ég veit ekki segja að þurfa með hlaðvarp, en þú veist, þú ert að fá einhverja hugmynd og hún þarf að vera einhvern veginn, svo þarf einhver að taka hugmyndir og búa hana til og shæna þetta, sko. Svo þarf líka að vera með hardcore rekstur, sko, og svo þarf að vera með fólk sem að, sko, selur hlutina og hugsa í Excel. Þannig að það er einhvern veginn allar típur af fólki þarna, sko. Já. Og það er svo ógeðslega gaman. Og þú verður einhvern veginn að læra að eiga samskipti við fólk sem er ekki svo þú. Og ég bara er ofta að funda með fólki sem að mér þykir mjög vænt og ég vinn með alla daga og eru algjör í fucking snillingar. En þau get ekki fengið hugmynd til að berga lífi sínu. Þú sérst að vinna í því að fá hugmyndir? Já, ég er bara hugmynd og textasmiður, þú veist það er það sem ég gerir vel. En ég meina, ég get ekki selt þessar hugmyndir á 100 kall, sko. Af því ég bara, já, þetta er svo flott og eitthvað. Þannig að þú verður að búa til svona þessa mixtúru af fólki sem einhvern veginn býr til eitthvað produkt, selur hana og fylgir henni svo alla leið, sko. Svo fullt af fólki sem er bara í strategíu vinnu bara hver á að byrta þetta í hvaða miðlum og hvernig á að maximasa þetta og hitt og bara, veist. Þannig að hvað þetta varar er þetta ógeðslega gaman. Þetta útheimtir það að þú þarft að hafa skilning á því að það er ekki allir eins. Af því þú veist, fyrir mér er bara það sem ég gerir, bara fá einhverja hugmynd og skrifa einhvern skemmtilegan texta. Ég dreif út úr raskatina um einhverjum einasta degi, sko. Það er ekkert mál, sko. En ég verð að skilja að það eru fólk sem getur þetta ekki, sko. Og skilur mig svo ekki þegar ég er bara, hvernig alltaf að gera þetta? Þannig að það er svolítið töff, sko.
Hvernig byrja maður í þessu? Þú veist, ferðu bara og sækir eða þú veist, langaði að verða þetta þegar þú Segir bara ég er með góðar hugmyndaflugið mitt er geggjað. Sko, ég held að sé allur gangur eða hvernig maður kemst þann inn. Það er svolítið áhugavert. Ég held að sé eiginlega ekkert skillset sem maður myndi ekki virka á auglýsingastofu. Það er alveg sama þú útskrifu sem þú veist fucking líffræðingur eða hvað sem er. Þú er alltaf relevant, sko. Já. Í mínum tilfelli var þetta þannig að ég hef búin að vinna fyrir sjálf mig, þú veist, bara svona búin að skrifa fyrir leikhús og sjónvarp og þýða eitthvað drasl, eitthvað bækur og bara gera hitt og þetta, leikstýra og tónlistastýra og sem er tónlist og verið hljómsveitum og bara svona að reyna að láta þetta ganga, sko. Og var einhvern veginn bara svolítið búin að fá nóg að því. Svona vildi svolítið bara svona einhvern veginn, já þetta gekk ekki alveg upp, ég er bara ekki nógu agaður til að gera þetta, þannig ég var alveg bara vera með fasta vinnu, bara svona já, mér langaði ekki til að viðurkenna það samt, sko. Ég held ég væri rosa sko free spirit og bara vinna 9-5 fyrir mannin, þú veist, maður svo eitthvað umrækt en svo var fólk sem ég þekkti sem var að vinna það, sko, og svona, það var eitthvað opening í því sem að hét þá, sko samfélagsmiðla gúrú, stjóri, eitthvað svona og við erum bara að tala sko það var 10 ár síðan það var og þá var sko að vera góður á samfélagsmiðlum og var að setja eitthvað á Facebook það var ekkert annað, sko. Instagram var eitthvað svona byrjað, sko, en það var bara eitthvað ljósmyndaforrit og það var svona rétt að byrja að Facebook var að þiggja sko greiðslu til þess að þú veist uppa einhverja fæslur en það var bara svona spons í tímalínuninni, sko. Það var engin bakgrindaður, ekki neitt, sko. Og ég basically fekk vinnuna því að ég hafði kveikt á því að social media yrði eitthvað og við stofnum hljómsveit þannig að þetta er sko 2012 sem ég fæ vinnuna. Við stofnum Skálmöld 2009 og ég fattaði að þá sem var svolítið snemmt að þetta gæti verið öflugum miðill fyrir til dæmis hljómsveitir. Þannig ég stofnaði Facebook fyrir Skálmöld sem svona flestir gerðu en fylgdi rosalega mikið eftir, sko. Þannig ég fekk eiginlega vinnuna að því að ég var búin að Skálmöld komið 10.000 fylgjendur eða eitthvað á Facebook sem var bara engin skildi hvað það var geðveikt, sko. Og þannig basically fekk ég vinnu við það að sjá Facebook síður fyrir fyrirtæki, sko. Já, okay. Og svo bara þróaðist það eitthvað annað og alveg þó nokkuð mörg ár síðan ég hætti alveg á samfélagsmiðlunum og er bara svona hefðbundin copywriter, svona texta og hugmyndasmiður, sko. Í gamla dag, hvernig fékkstu follower? Gamla dag. Ja, þú veist, allt er gamla dag fyrir 10 árum. Það er það, sérstaklega að tala sko samfélagsmiðla, þetta eru gömlu dagar samfélagsmiðla. Hvað þetta þróast maður, shit, þetta já, crazy, og þetta eru bara 10 ár síðan, sko. Og þá gerðir þú ekkert annað heldur það að reyna bara að vera skemmtilegur, sko. Þú varst bara með eitthvað relevant og eða fyndið. Þetta er svolítið held ég eins og fólk safna followers á Twitter í dag. Þú hefur eiginlega ekkert annað heldur bara, já, ég var alveg til að sjá meira af því sem þess er að gera. Og þetta var eiginlega bara það, sko. Já, Facebook er búið að færast meira svona í events eða bjóða fólki og svona groups, finnst mér einhvern veginn. Já. Og miklu svona flóknara netorðin. Þú veist, við erum að tala þarna var Facebook þannig, sko, að þú fórst kannski bara eitthvað, þú veist, varst í þetta morgumatinn, skrollaðir eitthvað Facebook og svo fórst út og gerir eitthvað, komst kannski inn setjapartin eitthvað og fórst aftur á Facebook og skrollaðir og þá endaði með að þú varst komin þangað sem þú hafðir byrjað síðast. Það var bara einn í línu, sko. Þannig að þú kláraði bara Facebooki sem þú áttir eftir, þú veist. Og svo bara þurftur að bíða þannig að fólk setti meirinn á Facebook og þá áttur þann hérna það Facebook eftir fyrir ofan, bara það efsta, sko. Mamma var einmitt að tala um þetta, hún fekk eitthvað memories, bara fólk eiginlega bara talaði bara gegnum veggin þeirra. Alltaf bara, þú veist, svona það var ekki Messenger. Nei, þú veist, bara ert að fara hinga og taka svo, þú veist, bara, þú veist, já, og bara svona inn á veggin, bara okkur þótti það bara eðlilegt, að tala bara fyrir allra augum bara, alltaf þú komið í matukvöld, kemur ekki með þér eða, what? Og bara, ég setti þetta bara veggin, hvað ég gera. En ég meina, við vorum ekki svona hallaræsleg af því að þú veist, þetta var svona, miðlinn var notaður svona, þetta vorum við fokkin hallaræsleg, en ekki bara það, sko. YouTube, kom það ekki 2009? YouTube? Nei, það er miklu 2011. Miklu eldra, held ég. Aha. Ekki 2011? Ekki 2006, það er 2000, sko, eitthvað. Það er samt örugglega ekki löngu eftir aldamót sem YouTube byrjar, sko. Ég held sér 7. Ok. Ég held að sé lengra síðan. Það var kannski byrjað, en þú veist, það byrjaði ekki komin inn í YouTube eða svona vídeo alveg eitthvað svona. Það var ekki fyrsta, minnum svo að sé, en gæðan andan sem fór í dýragarðinu. Já, sem er bara ekki neitt. Það er bara eitthvað vídeo af einhverju gaur að gera það.
Þið voru ekkert að kveikja á YouTube á þessum tíma? Nei, Ekki? nei, Það var engin markaður þar? nei, það var mjög nýs. Þá var þetta eiginlega bara svona myndbanda geimsla sko. Já. Já. Þá var þetta svolítið bara YouTube og Vimeo voru eiginlega svolítið bara hlið við hlið sko. Og það var ekki til eins sem var YouTuber, þú veist, það Nei. byrjaði ekki strax sko. Nei. YouTuber? Þannig að það er crazy stuff sko, hvernig það er búið að þróa sig. Já, það er ótrúlega skemmtana einnaður sko. Heldur þetta verið stærra á Íslandi? YouTube? Já, Eða bara íslenski YouTuber? já, það held ég. Vorum við að tala við Æskvöld einhvern daginn og þeir fengur sko 10.000 followers sérst á YouTube eða áskrifendur og þeir voru bara, af hverju er ekki svona, og það fá svona plex Já. þú veist, fyrir 100.000, af hverju er ekki 10.000 fyrir Ísland, þú veist Þú ert ekki að fara að fá demantasköld fyrir á Íslandi Þú sko. veist, af hverju ekki þú veist svona brons fyrir 10.000 fyrir Íslandi allavega, þú veist Þannig að það er Ameríku YouTuberinn að flytja hingað bara. Já, og bara, Diamond. gef mér allt geta Já, svo gullplötunar. Þú veist miljónu eitthvað í Bandaríkjunum og svo Já. þetta bara 5.000 á Íslandi eða eitthvað. Já, það er gullplata ekki Jú. Er það? Nei, er hún ekki 100 á sin? Nei, Nei, já, 100 er silfur. úti. Já. Það er misjandi að mynda landa, ég man ekkert hvernig þetta er sko. Nú er það? Það var með þess að gullplatan á Íslandi var sko, hún var 5.000, nú er held ég 3 og 5. Í alvörunni? 3 og Er 5. það? Er þetta alveg svona? Já. Íslensk gullplata er 3.500 seld. Við getum hoppa á gullplötu, getum ekki búið til að lasa fæði 3.500 Eina var bara að segja að skilur djóki, er þetta svona? What? Nei, ég man sko, Öddi Blöður tala hann fekk fyrir diskin eða hann fekk, þú veist, 5.000 eitthvað kaup, þú veist, eitthvað og þá fengu þau svona gull Já. Það er eitthvað saman með tónlist Platinuplatana var 10.000 og er held ég nú að 7.5 sko. Já, ok Nice. Þannig að Skálmöld alveg komið vel yfir það Já. Við erum að skoða hann af viewsin í gær, það er alveg hvað, alveg nokklu miljón og Já. 1,5 alveg bara Já. Fengu þið svona plek, svona Já. hver á það núna? Já, einn á mann sko. Einn og mann? Já, já. Fáið þið svoleiðis? Já, Shit. það er gullplötu sko. Ég hef alveg bunkað gullplötum hún í skúfu heima. Nei, Jú. akkur Ég er ekki alveg þessi típa. Ég hef í gegnum tíðin alveg sett þetta allt upp sko. Eitthvað svona gullplötur upp á vegg einhvers staðar og veist, svo er einhvern veginn og svo í einhver svona velunagripi eitthvað svona eitthvað hljómsveit ásins, eitthvað svona tónlistavelun eitthvað textahöfundur ásins, eitthvað svona og eitthvað ég sett upp á hillu eitthvað og ég man Agnes, kona mín, hún svona einhvern veginn bara er ég sama að ég seti þetta eitthvað annað og ég bara, já, til dæmis bara setja henni í skáp eða eitthvað, af því að þú veist, einhvern veginn ég er ekki alveg þessi típa sko. Ég bara vil hafa bara plötuna mínar og myndasvita mínar og rafmagnskítarar mína og bara bassa og dót og við erum einhvern veginn með dót og allt sko. Og svo bara, ég vil frekar hafa bara málverk eftir vini mína sko. Eitthvað þannig sko. Já, reyndar. En ég er einhvern veginn bara ég veit ekki þetta ég hérna svo viðtal við Nick Cave daginn sem er mjög sjaldgæft orðið að veit einhver viðtöl og hafa verið að spyrja hann eitthvað út í bara hvað er uppáhaldsplatan þín með þér og eitthvað svona og hann eitthvað reyndi að svara þessu og talaði þessu það hérna sem ég tengdi ógeðslega mikið við ég er bara einhvern veginn þannig gerður að ég er aldrei að hugsa það sem ég er búinn að gera þetta er alltaf bara hvað er ég að fara að gera næst sko. Og ég held að þetta sé bara einhvern spurningum hvernig manngerð maður er sko. Og ég man þú veist, eins og ég er bara gert fullt af plötum og ég er búin að gera ógeðslega margt sko, sem ég er mjög stoltur af en ég hugsa rosa sjaldan það einhvern veginn. Heldur þú getur tala upp alla plötuna sem við verðum í ef við myndir reyna þú er náttúrulega með svolítið margar sko. Já, ég hugsa ég getur nú ég er líka svolítið svona kerfisbundin í hausnum á mér ég geti svona farið í gegnum grittið sko. En þetta byrjar, þú veist, þú hefur verið í nokkur hljómsveitum, er þetta ekki Invortist, Ljótu Hálfveitinir, svo Skálmöld? Jú. Það ekki? Jú. Hvenær byrjaði Invortist? Ekki 97? Nei, nú ætti að segja eiginlega 96 ég var að fann á tímarit.is fyrsta stóð það 97? 97, það kom fyrst þá er 97 þannig að myndin hann sem er naktir eitthvað svona það er plata sem við gerðum Já, 98 eða eitthvað svo leiðis það var 97, þá myndið það Já, plata 97? Ég held það Ok, þá er bandið sem þú orðið til hann 98 eða eitthvað Nei, 96 eða eitthvað leiðis En þetta eru við fjóri sko sem að byrjuðum að spila í bílskúr vorum alveg bílskúrsband sko í janúar 91 byrjuðum við að spila í bílskúrum hjá Agga-vinum mínum sem er núna með mér í Ljótu Hálfveitunum og söngvarinn í þeirri hljómsveit var Bubbi sem er núna söngvarinn í Skálmöld sko. Þannig að það hélt sér alveg sko. Svo fórum við í gegnum eitthvað svona tímabil spilum eitthvað svona bílskúrs, punk og rock og eitthvað fórum svo að spila dauðarokk og aðeins mannabreitingar
en svo enduðu við 4 saman aftur og það var sem sagt Innvortis sem er svona punkrock band sko. Og það lifði alveg þú veist með einhverjum, við gáum út plötu fyrir 5 árum eða eitthvað, en ég eiginlega einn eftir í að því line-upi sko. Já. Okay, svo koma Ljótu halvöldunir hvenær, hvaða ár? Svo ég að spila hana sko, já, spila Innvortis í kringum aldamót 2000 og eitthvað eftir það, við spilum svo mikið en gefum ekkert út, við erum lítið að semja og svona, og þá erum við rosa mikið í sambandi við erum taka þátt í leiksýningum hjá áhuga leikfélaginu Hugleik sem er ótrúleg samkoma, hrikalega gaman, og þar er fullt af mönnum og auðvitað konum líka, en þessum mönnum sem ég er að fara að tala að norðan, frá Húsavík og svona líka, menn sem er eldri en ég, og við erum alltaf einhvern veginn að fullta partíum sko. Alltaf verið að setja leiksýningar og það er alltaf einhver svona viðtöl svona kvöldvökur og svona fyrirlestrar alltaf segja, ekki viðtöl, alls konar svona dót og alltaf partí og það verður einhver svona íþrótt að semja músík og vera fyndinn einhvern veginn, að ég sem einhver lag heima eða eitthvað og kem með það og spila það fyrir fólkið og við gerum þetta rosalega margir og það enda með því að bæði lög úr þessum leiksýningum, lög úr þessum partíum og eitthvað svona og komið ógeðslega stóran bunga af þessu sko. Og árið er svona 2006 ætla ég að segja, ég held að Ljótu halvöldunir hafa orðið til 2006 þegar Ármann einn af þessum ákveður það að hóa bara ákveðum kjarna á mönnum saman og spila bara þessi lög saman í stað fyrir að gera alltaf hverju sínu og það er svona einhverja minni hljómsveitir sem er verið að saman á eitthvað svona, fyrst voru við 6 eða 7 og saminuðu svo öðru bandi, 3 manna bandi og þá eruðu við 9 manna band. Já. Það er 2006 og fyrsta plata kemur 2007. Já, þeir eru alveg 9. Já. Það er alveg. Og pælið því, við erum búin að 9 manns síðan 2006 og við erum ennþá sömu 9 manns í bandinu. Það er ekki ekki. Það er meira heldur en flest hjónabönd sko. Það eru bara 2 sem fyrir það sko. Gáðu ekki út bara plötu 2020, var það ekki hana? Jú, alltaf sé ekki þetta ekki verið, 2 síðan. Man ekki hvað hún hétt, var það ekki? Var ekki Hotel Edda? Jú, Hotel Edda, já, mitt. Það er eitt sem heitir Eddi í bandinu sko. Það er lag það sem hann er hótelstjórinn sko. Þetta er ekki þroskaður húmór sko. Þetta er hryllilega fyndið. Það er ekki það að þroska það? Nei, þetta þarf alls ekki að þroska. Þetta er hryllilega gaman sko. En ef þú ert í bandi, ég hef aldrei verið í bandi, ef maður er bara er þetta bara eins og bara fjölskyldu basically, hvernig... Já, það er, sko, að vera í hljómsveit er eiginlega bæði eins og að vera í flóknasti hjónabandi í heimi og bara eins og að stofna fyrirtæki, ekki það ég hef einhverja brjálaða reynslu að stofna fyrirtæki, en að tala allir um þetta, sko, að þeir sem hafa gert bæði, rekstur og hljómsveit er bara eins og rekstur og fyrirtæki, þetta er bara nákvæmlega sama, sko, og ég var bæði heppinn og einhvern veginn fattaði það snemma að allavega mín aðferð til þess að láta hljómsveiti ganga upp að snýst miklu meira að mannskapurinn passi saman heldur en nákvæmlega hvað einhver getur sko. Hljómsveitin verður aldrei frábær bara af því að einhver er svo ógeðslega góður trommur. Ef hann er fucking fáiði þá virkar bandið ekki. Þannig að eins og þegar við stofnum við Skálmöld sko, þá sáum við bara ég þekki alla mennina sem að geta verið í bandinu sko. Þeir eru frábæri hljóðfæraleikarar en ég veit líka að þetta virkar sko. bara kemistriðan virkar og við getum verið saman í hljómsveit því að þetta álagi er ekkert eðlilegt sko. Leið og að verður einhver ómikill núningur og einhverju byrja að rífast sko. Þá ertu fókt sko. Þá ertu bara lokaður í hljómsveitarútu og það er bara mánuður þá þú kemst heim og þú fucking fyrirlítur bassaleikariðin. Virkar ekki. Verða aldrei yfirvildið það? Jú, alveg milljón en málið er að þau eru þá allavega leiða til einhver sko. Þau eru uppbyggileg og eru eitthvað og þú veist, þetta verða menn reiðir og það, þú veist, þarf alveg að tala saman eftir á eitthvað svona sem er ekki gest lengi í okkur sko. Við erum einhvern veginn, maður líka svona snýður vankantana af sko. Bara svona, maður lærir að taka tillit til hann er bara svona sko. Hann verður svo að fá að vera svona og maður svona þarf að læra líka sjálfur að hætta að pirra sig á því sko. Jú, ógeðslega ólíkir og rífust allan anskotan og svo ætla bara djúsis fyllir í og bara eitthvað svoleiðis sko. En það er ef allir reyna að vera ekki fávitar og reyna að taka tillit til annað sko, og skilja líka að þurfa að gera eitthvað. Það er ekki gaman að hljómsveit þar sem að
út í 5 manna bandi og það eru bara 4 sem gera hlutina og 1 bara þú veist, mæti bara kannski þegar sagt að mæta, það virkar heldur ekki sko. Nei. En hvernig fer svona, þú veist, hvernig skrifið, þú veist, að skrifa saman eða eitthvað með hugmynd bara músíkina? Já, þú veist reynið að hittast og skrifa eitthvað eða þú veist, þetta bara svona þegar eru inspired, skilju Ég trú ekki mikið á þetta inspired sko. Nei. Það gerist alveg, ég alveg með hljóðfæri heima og ég tek stundum með gítar og bara þetta datt í hausinu á mér sko. En ég trú alveg á að vinna sko. Ég sest alveg niður og sem stöf, bara svona svolítið eins og að mætri í vinnuna sko. En við vorum að tala þetta áðan. Ok. Ekki, í gær. Jú, okay. Í Netto. Já, ég er sammála því sko, mér er mikið að fara að semja, skilju, þú veist þetta að mæta. Já. Ég sérstaklega, þú veist, ég hef pirraðar þegar fólk fer að nota þetta sem einhverja svona afsökun, bara þú veist, andinn hefur ekkert komið yfir mig bara. Það er ekkert þannig, þú verður bara að setjast niður og fucking byrja sko. Og stundum bara kemur eitthvað drasl, en þá líka bara reynur aftur á morgun sko, og þá bara enda með að gerist eitthvað. Það var Laxness einhvern tíma sem að drullaði yfir einhvern sem að sagði bara bara búin með eitthvað writersblokk bara, hvað heldur þú sé mikið öll að díla við þetta? Þú voru bara að vinna vinnuna sko. Laxness skrifaði ekki svona mikið að bókum á því að hann gerði það þegar andinn kom yfir hann. Nei. Bara vaknaði eldsnum á mótnana og stóð við púltið og skrifaði bara fullu sko. En öll bönd, ég veit ekki hvort það er bara því ég er vanur því sko, en eiginlega öll bönd sem ég er í músíki verður þannig til að menn fá hugmyndir sko og semja riff eða lög jafnvel heima eða eitthvað, en enda produktið verður til sko á gólfinu að við komum saman, sá sem samdi spilar þetta fyrir hina, kennir þið með eitthvað demo eða whatever sko, allur gangur eða hvernig við gerum það, en svo tekur bandið það og svona hefur skoðun á því og breytir jafnvel og kannski var ég bara með 1 kafla eða 2 eða eitthvað og þessi var með eitthvað meira og þá reynum við að blanda því saman eða kannski ekki blanda því saman eða taka því sundur og setja þetta öðruvísi saman. Þannig að yfirleitt er þetta þannig að koma hugmyndir að heiman, menn eru konið með eitthvað, en loka produktið verður til, bandi býrða til sko. Myndirðu segja að það væri græðuperri? Já. Geggjað. Hvað ertu búin að hugsa þessa spurningu lengi eða þú búin að vera eitthvað svona ég ætla að spyrja þetta. Játaði fyrir ykkur að ástæða fyrir 10 mínútum seinna var ekki bara umferðin heldur, ég varð að koma við hljóðfærasunu og kaupa 2 jacksnúrur. Ég er alveg svo sjúkur sko, ég á alveg 2 jacksnúrur sem duga sko. Já. En ég er bara að fara að spila með hljómsveitinni Bastardi sem að vinur minn Addi í Sólstöðum stofnaði og eiginlega á, og ég er búin að gera effektabrettið sko, ég er að spila gítar það sko. Og búin að vera bara síðustu viku bara, og það er bara power-supplyið og bara brettið og bara pedalarnir og allt og bara með gamla Marshall-magnarinn minna að bara snúa tökkum og soundið sem ég er búin að finna það er sturlað sko, það er bara besta gítarsound sem ég hef verið með á ævinni sko, svo hvað ég er spenntur sko og ég er bara að horfa á alla takkana og bara magnarinn minn er bara frá 1980 eitthvað og þetta og ég bara svo horfði ég bara á þetta og bara með gamla bara Gibson Les Paulin minn og bara þetta er allt geðveikt og svo bara horfði ég á þetta og bara langaði bara í aðra snúrur með þessu sko. Og það kostuði bara marga þúsund kalla. Marga? Var það 100? Nei, ekki mörg 100.000 kalla. Ég keypti bara, ég borgaði bara 5 stafa tölu fyrir 2 jacksnúrur á þann sko. 2? Hvað fyrirtæki? Hvernig? Vormodio. Já, ég veit ekki hvað það er. Það fannst í hljóðfærahúsinu. Ég nota, hvað heitir þetta? Ég veit ekki, eitthvað Heroes. Nei, Hosa Technology. Ég myndi ekki borga svona mikið fyrir þessa sko. Nei. En já, ég er mikill að græðu brjálæðingur sko. Að því hún tala YouTube á þann sko, ég eyðir miklum tíma í að horfa á græjur á YouTube. Ertu með hana gænana sem er með hárið langa, alltaf öskra, hana Bissu logo eitthvað SFX heitir það eitthvað? Hljóðfæramál? Nei, ertu bara að tala Full Mag? Já, hann er alveg. Já, ok. Hvað? Ég ætla að segja það veit enginn hvað þú horfir á. Jú, þú ert á dark web ég horf sko. allir YouTube. Óli sko er bara með bara lífi sko. Það er mest gítar og hljóðgræður sem ég er að horfa á sko. Hann var að gera eitthvað, það var svo nett, hann var að replacea XLR snúrum með Ethernet snúrum. Hefur þið séð það? Nei, við erum ekki að tala um saman mannin, þú verður að senda mig hlekk núna sko.
Já, þetta er svona cool, þú veist, hann er með svona stúdíó og þú veist, í staðin fyrir að hafa skilur 10 XLR snúrur getur haft bara eina Já, Ethernet. Ethernet snúru, já. Það er svo nett sko. Það er, hvernig meika það sens? Ethernet er bara the next game sko held ég. Já, það er bara hljóðið bara tekið og pakka niður í stafrænan pakka, sendt bara sem netskilabóð yfir Já. og þar er ég bara konvertið aftur í hljóð, sko. Það er svo nett sko. Snákar, þú veist, sem voru alltaf svona þykir og með eina línu fyrir, þú veist, 20 ára snákur og bara með 20 línur í einum snák, sko. Já. Nú er það bara einu Ethernet snúra, bara í Það er vegginu nett. örum minn og eins og front of house og upp á svið. Það var bara internetkaball sem bara stungi í samband og svo bara kemur hann til veggnum upp á sviðinu, sko. Já, það er nett. Það er geðveikt. Áttu mikið að græða með? Ekkert eitthvað sturlað, sko. Ok. Ég var verri, ég átti, þú veist, alveg bara 10 bassa eða eitthvað Já. og þú veist, ég meni, ég áurlega 4-5 bassa og 4-5 rámeskítara eða eitthvað svoleiðis og alveg einhverja gítarmagnar á eitthvað svona en ég einhvern veginn náði þetta balanseraði, sko. Ég var farin að safna svolítið Já. og ég held ég myndi aldrei selja neitt og svo komst ég að það er bara sumt sem maður þarf ekkert að eiga, sko. Já. Þannig að ég er svona eins og með þessar hljómsveit sem er í gangi núna, Bastardur, sem að Addi vinur minn bara gefur út plötu og ég er fengið til þess að spila á gítar í bandinu og þá á ég, þú veist, allt sem þarf einhvern veginn, sko. Þú veist, ég á Marshall-magnarana mína og ég á Gibson-gítarinn minn en ég á ekki, þú veist, það er ekki þannig að ég geta svona labbað inn í eitthvað herbyggja og valið hvaða græður ég átt að nota, sko. En allt sem ég svona allt svona skillset sem að liggur fyrir mér, sko. Ég á yfirleitt tæki til þess að gera það. Já. Ég á rammarskítarinn og ég á bassana og þeir eru tjúnaðir sumir í E og sumir í B og þú veist og ég á magnarana og formagnarana, ég á mikrofónana, ég á, þú veist, preampana, ég á tölvu til þess að taka upp og eitthvað svona, sko. En ég á líka, þú veist, heimamagnarna sem ég þarf ekki að eiga, þú veist, svona einhvern módúlumagnarna sem ég geðu ykkur, sko. Og þegar kom ný útgáfa honum þá varði ég að kaupa hann, sko. Ég var að selja hinn og kaupa þennan. Þannig ég er alveg þarna, sko. Hvernig mikrofón áttu? Mér langar að veita það. Hvernig mæka á ég? Já. Ég er ekki með stúdíó, sko. Bróður minn er í því, sko. Hann á alveg slatta af einhverjum mækum og dóti. Ég á bara Shure, bara SM7B. Og svo eitthvað, þú veist meira, ég á söngmæki minn sjálfur, þú veist, ég á SM58 og Þeir eru ekkert í tvo hana- svoleiðis og ég á einhverja betur og eitthvað. Newman, Neumann, já. Já, Neumann. Eru þið komin í það, að bróðin í því? Ég bara man ekki hvað hann er búin að kaupa. Nei, þá vera eitthvað the top of the line. Já, og gamli Neumann-mækar, Eitthvað rándýrir, sko. Lampa-mækar og dót, sko. Já. Þetta er allt sem að tónt brjálæði, maður. Já, græjur eru ógeðslega skemmtilega. Já, ég elska þetta sko. Svo myndaðalar og svona ljós og allt Já, svona. ég er ekki mikið í þessu, sko. Þú er að fæða myndar, hvernig Nei, þú myndaðalar? náttúrulega ert ekki mynd með podcast þitt, Snæbjörn talar. Nei, það er viljandi bara hljóð, sko. Af hverju? Af því að viðtölum vera öðruvísi, sko. Jaha. Já, einu sinni í mánuði þá tek ég vídeóviðtöl niður hljóðfærhúsi. Það var alltaf beinni bara á Facebook síðan í hljóðfærhúsinu sem er mjög fyndið, skemmtilegt. Og ég finna alveg að það er öðruvísi, sko. Það er bara svona eins og einhversi að horfa. Já, ég skilji. Ég er alveg vissum að það er ekki allir svona rólegir eins og ég er, að því ég bara gerir svo mikið af þessu, sko. Sumir sem komið viðtali eru svona, þú veist. Setja smá grímu. Já, þú veist, maður Já, fyrir já. einhverju stellingar, sko. Ég er bara búin að gera þetta heldur nú oft, þannig að ég er svona bara, ég pæli ekki mikið í þessu. Já, ég skilji. Fyrst þegar hún myndaðalar, þá leið mér eins og einhver að horfa á mig. Já. En svo einhvern veginn að því að þetta er líka mínar myndaðalar, skiljur. Ég er að fara að klippa þetta. Já. Maður var svo vanur þessu. Já. Þú veist, Bara, Akkurat. ég stjórn þessu. Já, Þannig að ég alveg mjög meðvitað bara hef ekki myndavélar og það er engin velkominn, sko. Það er bara ég og viðmælandinn sem að er í þættinum, sko. Og mjög fyndið sendi aðstofað fólk Bjarnar Ben einmitt bara niður tröppunar aftur, þau ætluðu bara að hanga með okkur. já. Ég sagði, nei, það er bara ekki, það er ekki búið, sko. Já, það er vel gert, sko. Við höfum alveg haft fólk svona, hvað hefur gert það, 3 ára eða eitthvað. Já, ekki svolítið. Það er eitthvað setið, þú veist, bara eitthvað vinnur eða magi eða eitthvað. Það breytir ógeðslega Það breytir svo miklu, sko, maður bara Jesus Christ, sko. Þannig að ég er ekki með neitt svoleiðis það, sko. En hljóðfærahúsinu, við eigum græður ég og Baldur, sko. Þar erum við líka að fara live, sko. Við eigum hana Blackmagic. Blackmagic.
Vákaðu varst bara Ég hérna Ursa. A-Team Mini Extreme gaur. Já, hvað myndaðar? Við erum bara með einhverja fucking Sony-vélar Sony? Þú veist Black Magic? Blackmagic Switch-in sko. Já, en ég held að Ursa Mini eða Já, eitthvað við Þetta er pocket. Við þurfum að kaupa svona sko. Já, þetta er fínt sko. Já, við notum þetta ekki alveg nógu mikið til þess að það er svo margt annað sem þetta er að kaupa þér penningarnir sína sko. Nei, ekki Black Magic, þú verður að kaupa Black Magic Ég er að fá eina allar að kaupa sér Black Magic Myndavélar eru skemmtilegar en þær eru neðar á listanum hjá mér heldur en til dæmis jacksnúrða sem ég með út í bíl sko. Þetta er Og mono við erum að tala jack snúru sko, ég er bara Þetta er mono jack snúrur ekki þetta er bara gítarsnúru Já, bara, já, ég á svona stereo jack snúrur Það hjálpa mér ekki að því að spila á gítar sko. Nei, ég veit ekki af hverju Jú, fyrir hljóð bara, þú veist, venlegt Já, ég á svo veit líka, en ekki fyrir gítarinn sko. Nei. Það er líka en frá eitthvað að hósa dæmi sko. Er ekki bestu snúrar frá Mogami? Ég hef heyrið það sko. Þetta er ægileg trúabröð trúarbrögð. Mogami eru og það eru rosalega margir sem halda því fram að það sé best sko. Ég er með Mogami sko svona extenders hérna. Já, Af því að ef þú farið Mixpri, áttu Mixpri eða? veit ég hvað það er Mixpri, þú veist þannig að rekorderinn Nei, Nei, Það tekur upp í tölvum, varstu? Já, það tekur upp í tölvu, já, en þetta er svona hljóðtökutæki Ef þú pluggar inn XLR-dæmi á þessu, það er eina sem sökkar sko, takkanir, það er bara kött á sem getur svona litla já, Ég hef fest snúru tvisvar og 2 tíma náðan úr sko, þegar náðan úr releaseið sem ég fann var bara Ég elska ekkert meira í heiminum þegar eitthvað fer svona úrskeiði sig Óla og það hann fer bara í full panic mode sko. Ég er búin að koma með tangir sko. Já, þú varst byrjað að ringi mig og allt Já, sko. við tókum snúrun í sundur og bara byrjum að svo bara komum út allt í og bara Ég lendi í þessum daginn með bara ódýjant hljóðkorti mitt það var bara út af það var bara þegar XLR snúra var léleg sem ég var með sko. Já, líka það sko Það er gott Það er það snúrur sem eru með sko gatinu Þú veist, XLR, þannig að connectunum þannig að fer eitthvað pinni inn í það og svo vill hann ekki fara út og bara allt í voli sko, ógeðslegt sko En núna þegar við fyrir að tala okkar eigin podcast þá líður mér að ég kom inn í sketchina að sperga bara Já, Jesus Christ Það er hættulegt sko En samt, það er alltaf podcastið þitt Það við að tala podcast Þetta er sérst, er þetta ekki undir hljóðkirkjunni þar sem eru 8 hlaðvörp sérst, þú veist, og sem eru talaði fólk Er þetta því? Sko, það eru ógeðslega mörg ár síðan að ég og Baldur byrjaðum að hlusta Baldur bróður minn er með mér í hálfvitónum og skálmöld og þegar við byrjum að túra með skálmöld sem eru náttúrulega 10 ár síðan sko, þá byrjum við rosa mikið að ég sérstæðlega að hlusta hlaðvörp bara í kóinni, þegar maður séu bara í rútunni og bara það bara eða tímanum ekki neitt og þá var maður ekki svona internettengdur sko. Þá bara, þú veist, maður að borga fyrir roaming og það kostaði bara svona 100 skall á dag eða eitthvað, sem var gott líka sko. Ég las svo ógeðslega mikið að teiknimyndasögum og hlustaði mynd á hlaðvarp sko. Og þá var eiginlega svona pínu hlaðvarp en það svona pínu svona bara hvað, fólk skildi þetta ekki og svo það væri eitthvað svona hættulegt og bara svona hvernig gerir maður þetta það væri eitthvað, þú veist bara eitthvað nýtt þú ert bara að hlusta á MP3 fæl sko, þetta er ekkert merkilegt og ég var eitthvað að sína Baldur þetta og hann var eitthvað setna að kveikja á þessu en kveikti svo á þessu og endala bara já, fannst þetta geðið, fór að hlusta líka og var alltaf með eitthvað draum um að vera með hlaðvarp og það er alveg sko 3 ár síðan að hann byrjaði með Dómsdag sem var fyrsta hlaðvarpi sko hann bara fekk 2 vinni sína á vinnu okkar til þess að koma bara að bladra einhverja vilsi og dæma hluti sem þarf ekki að dæma bara hundar svo bara tölum við hunda í 20 mínútur og gefum við stjörnur svo 1/5 eða eitthvað eða bara steinselja eða bara eitthvað, bara alveg saman hvað er mjög fyndið sko og það byrjaði þannig og svo fikk ég og þá var Baldur í einhver annari stúdíu og vinnu var svona græða stúdíu og sitt og eitthvað svona tótt og svo fyrir rúmum 2 árum síðan þá byrjaði ég mér langaði eitthvað til þess að fara að því mér finnst plötur svo skemmtilegar hljómplötur bara sem byrja bara á lagi nummer 1 og klárast þegar platan er búin ekki þú veist Spotify og Shuffle og það allt saman sem ég nota Spotify og allt þetta dót alveg helling líka sko en ég hlusta á vínil og minnst að geðað gaman sko og byrjaði að skrifa fyrir Kjarnan greinar sem að hétu sem besta platan eða skrifa í rauninni bara eina grein og þá er upplegið að velja ég ákvað hvað mér finnst besta platan með einhverju hljómsveit eða einhverju söngkonum eða eitthvað og færi bara rök fyrir máli mínu og þetta átti að vera bara vikulegu pistill á Kjarnanum sem þetta var fyrst sko
en leið og fyrsti pistillinn byrtist þá fekk ég bara Arnar ekkert bara á message hjá mig bara sem fannst þetta svo geðug hugmynd og við fóru bara því að Baldur var með setupið sko, og gerðum hlaðvarsátt úr því alveg leið sko. Og það var sérst besta platan og ég kláraði þess 100 þætti á því og svo tóku Haukur við að mér og þeir eru ennþá með það í gangi sko. Og þá komum 2 þættir og svo fekk Baldur hugmyndina að Draugum fortíðar að fá Flosa vinn okkar þunglindar sagfræðingin til þess að segja honum eitthvað því og Baldur erum svolítið eins sko, að við vitum eiginlega ekki neitt um neitt við erum bara ákveðis bara geðið gáðan að búa eitthvað til og bara fylgja því eftir og bara erum svona frekar duglegir svona fylgjum hlutunum eftir svona, en við vitum ekkert um mannkynssögu eða bara neitt, við vitum ekki neitt við erum bara ekki þær týpur sko. Þannig að hugmyndi var að Flosi sagfræðingurinn sem veit allt og hefur áhuga á öllu myndi segja Baldri fíblinu frá hlutum sko. Og það var þess að Drauga fortíðar sem var alveg monster hit náttúrulega og þá var ég búin að ganga með þetta í maðurum að vera með viðtalsátt að því mér finnst ógeðslega gaman að hlusta á viðtöl erlend viðtöl sko. Og ég fann allavega ekki þá alveg fullt af ágætis sko, hlaðvarps viðtalsáttum en nákvæmlega sem mig langaði til að hlusta á einhvern veginn var ekki alveg til Mark Maron einhvern veginn hefur alltaf verið minn maður ég hlusta rosalega mikið á hann og ég reyna bara að stela rosalega miklu frá honum í þættinum mínum sko. Og þannig ég ákvað bara mér langaði bara að prófa að gera það líka því að það áttu orðið alltaf græfurnar og allt saman og Drauga fortíðar og Snæbjörn talaði fólk byrjaði leið bara í sömu vikunni og þá stofnuðum við utan þetta sem við köllum hljóðkirkjuna og þá voru það þessi 4 þættir og mest urðuð 8 það var, sko Villi Naglbít var með sinn þáttanenni og kannski, hann bara í einhverju pásu hættu nú alveg já. Og svo var Óli þjóðkokkur, hann var með kokkaflakk og eitthvað svona meira þannig að þegar mest var voru þetta 8 þættir en sko einhverju hafa bara hætt eða allavega komin í langa pásu og hann er aðeins misjæmt ég held að núna sé ekki nema sko 3 í gangi í viku eða eitthvað að því að Draugarnir eru komin í pásu og Dómstafur í pásu og eitthvað Er Draugarnir komin í pásu? Er það ekki vinsalast? Eða svona Jú Já, ok, ég er alveg komið þreyttur þessu pabbi alltaf að hlusta þetta og þetta er alltaf bara í botni þegar það fer í bað og ég vaknaði svo oft við þetta eitthvað, það kemur okkar lagana í byrjun eitthvað ég er bara, Jesus Christ Já, Flósi í háskólanum eitthvað að læra og hann var eitthvað að ná í skotti á því en þeir eru á Patreon samt, þeir eru ennþá að halda því í gangi Já, þeir eru með það Þætti það sko Þú er með það samt í hver einustu viku, ekki? Jú Og hvernig finnur þú gesti fyrir viðtal? Eða hvernig er prógramið þitt að finna gesti? Ég hef áhugað þessum Já, bara það Það, svoleiðis, já, það var aðeins til að byrja með var ég eitthvað, þú veist sem var heldur líka pínu nauðsynlegt sko að vera með nöfn sem fólk þekkir bara til þess að þú veist, þetta væri ekki bara ég að liti ekki bara út þannig ég verið bara að tala um einhverja vinni mína sko þannig að ég hugsaði meira það fyrst sko að þetta væri fólk sem að einhver vissi hverju væri en í dag er þetta bara að mér dettur bara eitthvað í hug og ég er bara hei, til að tala á hana og hef samband og ef það kemur já, þá bara býð inn í heimsókn og við tölum saman sko. Það er eina að búa í Íslandi sko þá það er svo létt að heyra í fólki Já, það hjálpar alveg til sko en ég held samt að þetta sé ansi víða alveg svipað sko Alveg það? Já, þetta er ekkert alltaf svona flókið sko það er alveg, þú veist heimurinn er ekki alveg jafn stór og maður heldur hann sé Já Við erum bara að byrja að taka viðtölu eða einhverja útlendinga Já, bara heyri Jim Carrey herri, gamli Já, ég meina, þú veist maður þarf allavega að reyna, skilur Já og þetta er alltaf hjálpar til eins og með mig, þú veist ég fann það alveg að því ég var búin að vera með þú veist, 10-20 þættið eitthvað að fólk vissi hvað þetta var að þá var meiri slagki að segja já að því þú veist, ef þú veist ekkert hvert þú ert að fara þá svona, þú veist, það geta allir hvað fucking fáið sem er opnað fyrir mikrofón og þóstur með þátt, sko þannig að þú veist, leið og fólk vissi að það var ekki bara að vaða út einhverja vitleysu að tala við bara einhvern gúpa sem vissi ekki neitt, sko þá fór þetta að vera auðveldara, sko og ég er með eina reglu fyrir utan reglan er sem að ég tala við mig langar til að tala við þig, það er eina reglan fyrir utan það að ég er með
50-50 kynja hlutvall alveg Já, sko. já, við erum að fucka Já, við erum fokkað þau upp sko, shit Við erum ekki búin að, við erum, hvað er Við erum samt alveg búin að heyri fullt af, þú veist, ilmi og öllu þeim og Já, við erum bara lélegir í þessu, sko já, andjóks Við erum búin að fá, hvað, 3 konur Já, þetta Já. er ekki nú gott sko Hjá mér var þetta þannig að það var erfiðara fyrst sko. Já. Ég fekk fleiri nei bara, Já, nei bara Já, það voru fleiri konur sem sögðu nei og í þessu örfáðskipti sem einhver hefur cancelað þá hafa það verið konur en það var mjög snemma Ok, og ég, þú veist, þetta er bara okkur að kenna sko. Þú veist, við erum bara stórir og frekir og menn og ég er bara eitthvað svona loðinn rockdurgur á miðjum aldrei með skegg sko. og leið og maður gerir þetta nú oft og leið og maður er með þátti nú oft þá jafnast þetta algjörlega út sko. og það er að freka núna að halli á hinn áttina sko. já og þetta er bara eitthvað sem við verum bara dörrullast til þess að gera við erum vandamálið sko. við þurfum að halda þessu gangandi sko. Svo er þetta alltaf geggjaði þettir Svont, finnst mér Já, Svona að þú veist, eins og með Júlíu og það var mjög gaman já þannig með konum Já, Já, mér sk- já, það sem skiptir ekkert málið, þú veist, af því það eru konur Nei Hvað, ég er bara að segja, Nei, þú veist, já, það já. er engin ástæða okkur ekki Já, ég skilji, já sko, eitt í þessu samt maður sækir alveg í fólk sem er líkt manni sjálfur Já, sko. já, við erum alveg talandi, við relatum miklu minna við konur, sko Já, og það, maður þarf að teygja sig sko. við eigum að fucking teygja okkur í þær áttir sko. en ég fann það ég var alveg svolítið marga mánuði að læra að vera eins fatti, sko. í viðtölum og svo, ég veit þetta hljómar astara en það er bara fakta það er auðveldra fyrir mig að setjast á móti manni sem er nákvæmlega jafn gamall og ég nákvæmlega eins og ég á litin og tala nákvæmlega sama tungumál og ég heldur en að setjast með konu sem er á öðrum aldri af öðrum uppruna og er bara ekki eins og ég þá bara svona verður maður eitthvað svona spýtukall og bara löðu sveittur eitthvað að reyna að halda kúlinu sko. en svo bara hristir maður þetta af sér og ég einhvern veginn, þú veist í dag skiptir þetta miklu minna máli sko. Já Undirbýrðu eitthvað fyrir viðtöl? Þú veist, ertu eitthvað búin að leita að gestunum og búin Já. að undirbúa þig? Minna en ég gerði Já, já viljandi sko, það er ekki leti Nei, það, maður á ekki undirbúið sig eða svona, maður undirbúið sig en ekki, þú undirbúið sér rétt sko. Já, ég vil ekki vita allt Já, nei, ég lendi í því, við erum nákvæmlega saman að því, sko, það er bara Við erum alveg eins, við byrjum sko skanna fólk bara Já. Nei, þú veist, við bara, þetta Þeir var eru bara satt með ártölur hreinu með mig hérna sko, þannig að þið hafi greinlega leitað eitthvað sko. Nei, þetta er einu sem ég veit sko, ég fó bara smá Ég elskar bara að fanna 10 minútur bara að sjá hvernig það sé að fyndi þig sko Það er alltaf svona gaman Ég tek alltaf smá bara svona eða spurningar sem við spurjum dogskjál og svo var pabbi minn alveg bara ertu að fá snæbjörn í viðtal? Þannig að ég er með fullt af einhverju sem þú veist, hann var innvortist, hann var alveg bara þú veist, algjör svona rock alveg bara, þannig maður veit eitthvað svona, það skilju hvað bandið varst í og eitthvað en þú veist, ég veit ekkert eitthvað bara eitthvað crazy shit við fórum stundum á Facebook og fólki bara Reynda sem við höfum að gera aftur við höfum að senda fólk sem þú veist þekkir viðmælandan og er bara, veistu eitthvað svona skemmtilega sögur það er alveg gaman ég var ekki gert það er svolítið góð pæling við höfum oft gert það sko, ekki, jú stundum en það er oft bara svona, við erum með svona leini vin svona þú veist það er pínu clever sko. ég vil að horfa okkar tips sem eitthvað maður á að láta fólk rifja upp gamlar memories það er gott sko í þættinum a good content Þess vegna erum við með hérna lein og hér er hann komin það var geggja herri þú ert vinur Snæbjörns sinna segja okkur hérna what is weakness sinna og allt hann en svo notum við líka okkur vinur sem mjög það er líka að spyrja hlustendur hvort þeir hafa einhver já spurningar ég sá það, ég voru að gera það við erum með þær, við erum bara að fara að enda okkur í þær ekki? Mér líkur ekkert á því stjórnir þessu öllu svo Við erum með nokkur Er fólk samt mikið að segja nei við að koma í viðtöl? Við höfum aldrei lent í, við höfum aldrei sett það mikið sko Víst Hefur Annars svo að sagði nei Aha, what? Já, ég heldur hún að bara sína mig Hún er ótrúleg Hún er bara hérna, hvað er það? Savage Nei, fólk segir almennt ekki nei Nei, það er svona bara ég er upptökinn eða eitthvað, eða ekki Erfitt með það Annars var það bara góð Ég held að flestir vilji bara koma sko. Ég hef alveg fengið nei og það er bara mjög legit sko. Bæði kannski viltu bara ekkert koma einhver sagði bara, mér finnst ekki gaman svona hlaður svo við tölum, bara fæn ein leikona
bara af svona þess að eldri kynslaðinni virt leikona og búin að segja já og sagði svo bara, veistu það, ég bara mér langar ekki að koma Já. fæn, frábært, það þú þarft ekki að koma sko. Nei, ég veit en langflesti segja bara já Já. og ég þurfti alveg einmitt líka að læra að treysta því mann líður svolítið svona sem að segja neyða fólk eitthvað sko. Já, svona. En það er ekkert þannig sko. Nei, sakar ekki að spyrja Nei, og líka það er ekkert dónalegt að spyrja sko. Nei Þú veist, það er bara en það er líka allt í lagi bara, og þetta er ekkert sama hvernig maður spyr og þetta verður alveg að bera þetta upp þannig að þú veist fólk finni það að geta satt nei sko. Þú mátt ekki svona, kotti í viðtal Come on maður þú er búin að vera lengi á listanum hjá mig Þetta er bara klukkutími come on það snýst alltaf heldur ekki það þetta er líka bara, sumi bara vilja ekkert gera þetta og það er bara, en langflesti segja bara já Fyrst ef við Einar byggðum svona alveg gest þá heldum við vorum bara já, við erum ekkert budget við heldum að fólk myndi fara að rikka okkur sko. Við vorum alveg bara svona, hvað er að Þú er alltaf lendið því að fólk bara, ég sendi það reikning svo okay. Við vorum bara svona, ertu ekki til í 30 skall eða er ekki að setja það svona sæt Svo voru við sko rosalegir þegar við fengið svar frá Óla Darra, mástu við fögn En ég meina, ég hef alveg gert það ég hef alveg fengið þú veist hérna, fengið já og bara yes Þú veist, við hoppum og bara knúsum Yes Það er náttúrulega að tala um eitt skemmtilegast í lífinu það er að gera eitthvað svona aðeins upp fyrir sig sko. þegar maður líður svo bara hann mun aldrei segja já og svo bara svona já Ég var náttúrulega að hlusta hlárt við hann viðtal við hann og bara, við fáum eitthvað tíma Óla Darra þá bara shit man og svo bara gerist það nokkur mánuð eftir Svo er þetta maður dregin svo á jörðina það kemur Þannig bara, þú veist, eða bara þegar fólk kemur líka bara maður tala við það, skilju það er þetta bara, þú veist, fólk, skilju maður kemst alltaf að því, sko þetta er alveg sama hver það er við erum öll eins við viljum öll að sama og við erum öll eins Já, það var okkur myndi, sko Ertu ekki að safna símanúmerum líka hjá fólki? Ég er algjör safnur af símanúmerum, sko Nei, ég ger það ekki Nei Ég elska að flexa símaskránar Já, ég held sem ég eitt símanúmer í símaskránar Í alvörunni? Ég þoli ekki að tala í síma, sko alveg bara Þið ætti að vera vinir hérna, sko Já, Jesus Christ, þetta er að leiðast í heimi, sko Ég get ekki eins og panta pizza, sko Þetta er einhver fóbía í mér, sko Í alvörunni? Já, ég er alveg fucked up með Hvernig meika það sens? Bara Þú með hlaðar Þú veit að tala við fólk alltaf Ekki síma Sími er svo pirrandi Þú getur ekki, þú sé Þetta er bara eins og með SMS líka, sko Ég er góður að tala í síma, sko Já, þú er pirrandi, þú ringir klukkan 8 á morgnuna og þess að senda mér Ég var í pásu bara í bónus alltaf Ringdi bara Einar, bara blessa, hvað segir þið gott? Nei, þetta er nú bara Já, ringdi ég mig bara út, ég bara blessa og þú veist, alltaf þegar hringir ég mig þá er ég alltaf bara svona, ok, það er eitthvað ástæða, skilur hann að ringja mig ég bara, akkur þetta hringir mig Já, bara ég að tíma, ég bara Það er í baði, bara Það er engin munum, veist mér, sko Ég hata Messenger, það get ég ekki, sko Það er góður í því Já Það tekur 50 sinni og lengri tíma Nei, það tekur nákvæmlega engan tíma og ég get svarað á mínum tíma, sko Ég er bara miskil alltaf fólk, sko Ég er alltaf svona, hvað meinaru, þú veist, í alvörunni Þú veist, þegar þetta síma þá heyrir þú veist, í tónunum hvort það nenni eða ekki ég skil það, sko Þá ertu bara done with it, skilur En ef þú ert í Messenger, þá ertu svona Og er þetta kaltæni eða ekki, er þetta djók Og maður bara, Jesus, hvað þetta er perandi, sko Ég er svo oft miskilur hluti, Fatta hvað hann verður að fara, sko Þess vegna vil ég bara hringja bara, halló, ertu ready? Já, ok, bless Eða skilur, spjalla í lengan tíma Hvað er lengsta, hefur ekkert verið í símanum svona 1,5 tíma eða eitthvað? Vákað, síðan ég gerði það síðan bara... Það hleypur á árum, sko Sko Ég man ekki hvernig ég talaði síðast lengur í síman en svona, sko, bara 10 mínútur alveg max, ég fucking hata þetta, sko Talandi um að vinna á auglýsingastofu fullt af jobbum mann sem get ekki unni fullt af fólki sem bara er í símanum allan daginn og mér er einhvern veginn bóðið svoleiðis jobb á stofunni eða svona verið að stinga upp að ég mögulega bara og ég bara nei þetta er versta hugmynd allra tíma, sko bara shit hvað ég væri ekki góður í bara Sitja svona með svona headphone og er bara, já, hvað segir þér, ertu til að Það er fólk sem vinnur þetta við þetta ég bara búin að gleyma því strax það er bara fólk sem er allan daginn bara og fólk sem nýtur þess að gera það gleyma því, sko Það er nice Þú er góður í þeirri vinnu, þú búin að fara að vinna það, sko Ég hefur ekki séð, ég horfði svona YouTuber það er eitthvað svona money guru svona fake og bara já, ég vann við að gera the hard call, skilur þú veist, eitthvað gera the business deal in the phone eitthvað, það er hans vinnu bara já, þetta hljóma vel, sko sitja bara eitthvað
Já, allar að kaupa þetta á 5 milljónir og svo tek ég 1/3. Nice, ok, vinna þetta? Já, bara já, ok, þetta mun ég að gera í framtíðinni. En ég held að sé ekkert svona að vinna. Ég myndi bara skera með fótinn svo ekki að gera þetta sko. Það er ógeðslega næst. Við erum með nokkar spurningar frá hlustendum. Komið með þetta. Herra, fyrst hvað er uppáhaldslægi sem þú hefur verið í? Uppáhaldslægi sem ég hef verið í? Uppáhaldslægi þitt sem þú hefur sér samið örugglega, eða sem... Vá, hvað þetta er góð spurning maður. Það er ekki séns að svara þessu. Uppáhaldslægi sem sko ég á alveg sko ég á alveg uppáhaldslög til að spila tónleikum og svona. Það er kannski rétt að segja þessi uppáhaldslægi sko, það er endur eitt lag sem að hérna er örugglega bara á nú hljóma ég svona einhver sem er að selja nýjustu plötuna sína. Baldur samdi lag sem heitir, ég samdi textan ljóðtólarlutunum sem heitir Við stöndum hér enn, og þetta er bara svona viðlagið er bara við skálum fyrir þeim sem að fóru alltaf snemma síðan fögnum þeim sem standa enn. Já, geggjulag. Og ég fatt það bara daginn og spildi á Græna hattinu, ég bara, þetta lag skipti mér bara í alveg ógeðslega miklu máli, ég veit ekki alveg hvað þetta er, við hittum einhvern veginn á þetta sko. En það er meira eitthvað svona stemning heldur en nákvæmlega sko hvort mér finnst lagið svona gott sko. Og það er, þú veist, sumlögur eru bara þannig að mér finnst bara gaman að spila þau, þú veist, Niflheimur með Skálmöld sko, alltaf það er ekkert eitthvað svona fan favorite, en þegar við byrjum að spila það live bara um leið og að byrja þá fæ ég bara eitthvað svona sem önnur lög einhvern veginn, þú veist, gera ekki fyrir mig sko. Já. Og svo eru önnur lög, þú veist, kvaðning með Skálmöld sem er svona, þú veist, fyrsta lagi sem breykaði eitthvað, varði eitthvað þetta ok, þetta er gott sko. Já, við vorum hlustað að gera, sæl. Og veist, þetta er stef sem ég samdi og ég samdi þannig að eitthvað slatta örgulega helmingina laginu eða eitthvað. Mér finnst ekki að vera besta lag sem ég samið sko. Ég skil alveg að fólki finnst það skemmtilegt, ég er rosa góður í að semja eitthvað sem er svona skemmtilegt. Ef það heyrir svona skálmaldariff sem eru þá er það held ég sem það. Svo komur Heinir og Bjargabandinu svona því að vera eitthvað svona dvergapopp. En mér þykir rosalega vænt það lag, þú veist. Ég kann alveg að meta það, mér finnst alveg gaman af því það lag gerði bara helling fyrir okkur og fyrir mig bara. Þú veist, Skálmöld var alltaf bara frekar frækt band og ég er bara búin að spila með Sinfóníuhljómsveit Íslands og túra heiminn sko. Það er svolítið bara því að við söndum þetta lag. Þannig að mér finnst það til dæmis þess vegna mjög skemmtilegt sko. En það lag snertir mig ekkert rosalega svona tilfinningarlega sko. En ég var að spila við stöndum hér enn á Græna hattinu fyrir nokkrum vikum á hattinum hvað segi ég hattinum oft og hérna og ég fyrir bara tár í augun sko. Veist, það var bara einhver tilfinningar sem fylgja því sem eru algjörlega ótskýrara sko. En svo getur þú spyrt mig aftur á morgun og ég segi eitthvað allt annað sko. Voru ekki að Sjallanum, Ljótu Hollendinu bara eitthvað þar síðust helgi eða eitthvað? Hattinum? Já, hattinum. Græna hattinum. Ég var aðkvörir, ég bara svona, eru Ljótu Hollendinu að spila? Og svo bara svona, það var uppselt, ég bara, damn. Ljótu Hollendinu eru langvinnsamlegasta ekki fræga hljómsveitin á Íslandi. Já, ég var einmitt að segja til það, ekki? Þú veist, þeir eru að gigga alveg okkur mikið, það ekki? Við giggum alveg slatta og það er alveg saman hvernig spilum, það er alltaf uppselt. Samt veit eiginlega enginn hvað þetta er sko. Þetta er eitthvað algjört svona, þetta er monster með sína eigin kennitölu sko. Ég veit ekki alveg hvað þetta er. Samfélagskimi. Já. Ég var lærið í félagsfræði. Samfélagskimi, já. Þetta er einhver samfélagskimi sko. Svona eins og gang, skilur. Akkur gerir mikrofónum minn þetta? Hann er bara að vera hérna hann er svo ótísk, hann er bara I'm giving up man. Fá nýja mæka, þetta er ömulegt. Nei, hann er ekki leðbúlega sko. Ég veit ekki, þetta er skrúa þetta. You get what you pay for hérna. Kekja. En þegar þú hlustar á tónlist, ertu að hlusta á textan eða ertu að hlusta bara á beatið sko? Það er rosa misjafnt sko. Beatið þú veist, skilur við bara tónlistina svona taktinn og það. Fyrir mér hefur sko ég á alveg verðlaun fyrir textasmiði sko. Ok. Ég á alveg textahöfundur ársins og eitthvað svona og ég er ógeðslega góður í að yrkja sko. En mér líður samt alltaf eins og sé tónlistarmaður og mér líður alltaf eins og að textarnir sé bara eitthvað sem þarf til þess að syngja. Ég vil að það sé eitthvað sko
og ég vil þessu góðir og ég veit að góðu texti gerir gott fyrir tónlistina en hann kemur alltaf á eftir sko. Fyrir mér alltaf ég alltaf að búa til tónlist sko. Og textin til þess að hjálpa honum sko. Hjálpa því bara svona eins og gott gítarsóló eða þú veist eða þannig að ég tek fyrst eftir tónlistinni alltaf sko. Þannig ef þú semir lag þá byrjar að búa til tónlistina og svo textan undir yfir tónlistina 99% það hefur gerst en eiginlega aldrei þetta alltaf músíkin fyrst og svo bara smíða ég textan núna sko. Til instrumental version á hana Óli sko nefnilega svo mikið fyrir svona beats og instrumental og Óli bara instrumental þetta bara geggja sko ég var ekki að hafa þetta svona in the background þegar ég bara læraði eitthvað svona oft sem að þetta læra? Já, ég veit ekki svo að byrja að öskra þá var það mjög frublandi fyrir mig Já, við hefum svo oft verið beðnir instrumental útgáfa sko heilu plötunum bara og það er ekki til? Nei, við erum hljómsveit við erum ekki að þið verða að gefa þetta út það er bara að þið fáið fyrir mér ef þið vildu fá þá værum við ekki að spila svona músík Jú, akkur ekki ég frábær í að semja svona blöðru pop hittara sko. Ég geti bara verið Magni á móti sól sko. Ég bara, mér langar ekki Nei. Hann fær pening fyrir að spila sko. Ég bara eitthvað Leikaðir? Hvað sér þið? Leikaðir bara? Já, ég bara gera, mér finnst þetta gaman sko. Er ekki til instrumental? Hvernig meika það sens? Já, til alveg, við erum masterana við gætum alveg gert það en nei Þið eru bara með þetta engað bara við eigum instrumental Við erum bara old school menn sko, sem hlustuðu bara á Metallica og Slayer sko. Og þú farið ekkert instrumental útgáðan á Master of Puppets Jú Nei Ég bara býðum Lagið fucking svona, þegiðu bara Það bara býða til sjálfur Já, ég má það, endilega Alveg bara, ég til Þetta var fyrsta spurningin sem er langdregin en besta mæran Besta mæran? Já Því bara Hvað er það bara? Ég hef bara ekki hugmynd sko. Ég er mikil snikkarsmaður sko. Mæra hérna Nammi What? Það er húsvist orðið við Nammi Húsvist orðið okay. Mæra sko íslenska orðið mæra því er svona einhver smá korn eða ef þú fær til dæmis hérna stein í skóin þá er það mæra og sem er mæru í skónum, það er bara svona eitthvað sem pyrrar þig ef það er hérna ef mjólkin er gömulega svona aðeins korninni þá er ofta það sem mærð í mjólkinni og mæra er eitthvað sem að mörgum kynslóðum undan mér sko, sem að húsvíkingar færðu yfir á að vera með móla í poka sko. Lítill, móli, mæra er eiginlega móli sko. Og fórst út í búið að sjoppu og kefti við mæru og nú er búið að yfirfæra það bara á allt nammi þannig að ef þú fættir húsækur og fyrir til sjoppu og kaupaði nammi þá ert það að fara að kaupaði mæru samanber mæru dagar sem er bæjarhátíðin húsæk upp á þess nammi eitt sérst já, upp á þess nammi mitt ég er rosa kókó snickers kall sko ég er bara Snickers ég er hérna sneakers ég er hérna meira að gefa fyrir að borða kjöt og ost heldur en nammi en já ostakall mitt þeng er bara þetta hér þetta er bjór, kjöt, salt, reykur og eitthvað biturt shit bara feitt og mikið að því sykur er ekki alveg þengið sko. Nei Þú getur fara á, hvað er þetta? Keto, það er ekki eitthvað þannig ég er alltaf ekki með fyrstulega ekki með aga eitthvað svoleiðis og svo bara þóli ég ekki svona einhverjar augar einhverjar átt ég veit ekki bara þetta hér fokkaðir bara það er ekki eitthvað bara fita bara próteinið ekki jú bara prótein eða eitthvað bara kjöt basically já ég geti það ekki sko ég er svo mikið carbs sko jú þetta er eiginlega bara fita maður bara steikið það bara upp úr smjöri bara smjörstykki sko það er bara eitthvað ég geti þetta ef einhver kem alltaf bara með þetta til mín en ég nenni ekki að hugsa svona mikið sko það er bara þetta í matinn og þá borða ég það sem er í matinn herru upp á skálmaldar tónleikar djöfull er þetta gott það er rosa erfitt að segja ekki þú er symfóníugigi fyrsta sko af því það var bara svo ótrúleg upplifun sko bara með 3 kóra og 100 manna sinfóníuhljómsveit og full eldborg og bara eitthvað og við bara eitthvað
vorum bara að stofna hljómsveit og stóðum bara svona miður síðan og bara hvað í helvítinu erum við að gera hérna. Það var sturlað sko. Það voru svo mikið gimmick samt. Það var svona hérna, þú veist, það er ekki svo Skálmöld gerir venjulega. Við spiluðum gaman að vera í þessari hljómsveit sko. Djúvill er búin að gera margt skemmtilegt. Við spilum risastóra tónleika á Hellfest sem er festival í Evrópu. Það var svona fyrsta skipti sem ég man eftir í allavega sem við spilum fyrir 20.000 manns eða eitthvað. Já, sæll. Og það var alveg bara svona ógeðslega gaman sko. Tónleikar í Bíóinu Húsavík, gamalt samkomuhús, það sem koma svona 90 manns fyrir. Það er mitt alveg hinum megin sko. Já. Það var alveg legendary gaman líka sko. Gikk mjög snemma öðru hvoru með við það gáum úr plötuna sem var á Gauknum. Það var alveg glórulust, það var svona fyllirískegg sko. Og það var bara, ég var bara hræddur með einhver myndi deyja þar sko. Það var ekkert eðlilega gaman sko. Og svo eru fyrsta og annað gigið sem við spilum á Eistnaflugi, við spilum mjög mörg ári rauð á Eistnaflugi. Það var alveg bilað sko. Þannig þessi Cirka þetta sko. Já. Og svo mann ég gigið í Rúmeníu bilaði rútan og hérna og við vorum fastir bara einhverjum þjóði þar sem það var ekkert það var ein bensínstöð sem var ekki mjög langt frá Baldur labbaði þangað og keypti eitthvað sem hann hélt að vera kjöt í dós og hann opnaði það og við smökkuðu það og ég veit ekki fyrir það hlýtur að hafa verið gæludýrafóður eða eitthvað sko. Það var ótrúlega vont sko. Vorum allt og seinir á giggið, fórum beint upp á svið og tengdum bara græðunar og fólki á löngu komið í salin og allt og allir vissi voru seinir sko, og bara margar rútur á dóti og bara öllu hend inn og bara riggaði upp og höfum engan tíma til að gera neitt og við settum í samband og byrjum að spila og við heyrðum ekki neitt í neinu sko. Og Rúmenía er svona svolítið gróf, það er svona svolítið reykt inni og svona, og maður er svolítið að fara aftur í tíman sko. Rár stór klúbbur og það var alveg meihemst sko. Það var svo hryllilega gaman og svo frumstætt einhvern veginn og við vorum svo mikið bara komum úr einhverju svona stressi og bara svona komin á staðinn að gera þetta einhvern veginn og það var ógeðslega gaman það er fáránlega gaman að spila með Skálmöld sko. Það er eiginlega bara alltaf ógeðslega gaman sko. Það er vandræðilega sem við gerst á tónleikum. Ég fæ kjánarhólli í hugsun sko. Það vandræðilega eftir sem hefur gerst á tónleikum hjá mér þegar við spilum og þetta var í fucking Eldborg sko. Og það voru symfóniljónstin var á sviðinu sko. Og það var allir að horfa og við vorum að spila Árás sem fyrsta lagi á fyrstu plötunni og þegar lögin voru útsett Halli Rauði, Haraldur Sveinbjörns hann útsett öll lögin með Gunnari Ben sem með okkur í Skálmöld og lögin voru útsett alltaf mikið sko, fyrir symfóniljónst og kóra og eitthvað svona en og svo eru hluti sem við erum vanir að spila sem að sinfónían spila og við stundum hættum alveg að spila eitthvað og svo var sumt lengt til þess að þú veist bara og eitthvað sem hafði komið tvisvar kom 4 sinnum eitthvað svona og það er svona drop-down í Skálmöld sem venjulega hljómborðið tekur en það voru bara svona fiðlu sem spiluðu þetta og það var lengt helming sko til þess að það er svona ennþá stærra svona og leið og sérstu komum út úr þessu þá kemur sérstu bassatróman inn og allt og við öskum hérna ég sá eitthvað svona börni mín tætt og eitthvað svona alls konar stungarokks eitthvað ég glimti að vera búin að lengja drop-downið helming sko. og ég svona þess að ég er ægilegu titlingur svartklæddur og loðinn og stór og mondinn eitthvað svona á miðju sviðinu með sinfóni fyrir frammi og kóran fyrir aftan og eitthvað og að spila þennan kapla sko átti alls ekki að byrja að syngja þannig að það var bara fiðlunar og fallega stöfið og ég að segja og mér leiði svo skelfilega sko. Það voru hryllilega heldur það að það voru klift út eða hvort það voru ekki tónleikarnir sem voru gefnir út eða eitthvað ég hef aldrei heyrt þetta og aldrei séð þetta og ég þarf ekki að gera það sko. Þetta er eitthvað til einhvers stór í YouTube nei, samt það er ekki góð pæling sko þannig að flest lögin af öllum tónleikunum eru eiginlega til sko ég þori ekki að leita það sko ég verð
ég verð mjög sjaldan ég fæ ég vildi ekki móral sko hvorki ég kannu svona yfirleitt að hafa mér líka sko þannig að það hjálpar en þó ég fokkingur upp mér eiginlega alveg sama sko og fyrir mér eins og spila tónleikum stór partur af því að gera mistökin og koma út úr í á hinum endanum sko það svolítið það fyrir mér að fara tónleika og sjá einhvern rugglast það er bara skemmtilega sem ég veit sko bara uppáhaldsbandið mitt að spila ógeðslega vel og svo bara fokkan einhver upp það bara þá er það svo mikið alvöru sko yfirleitt líður mér þannig með sjálfum mig líka sko þetta var bara ómikið sko djúvillin maður Já en ekkert þú veist það alveg oft fokkað upp eða ekki þú veist bara einhver litlu sem kannski tekið eftir en hljónsveitin tekur alltaf eftir eða ekki Jú bæði lítið og stórt miljón lítilmistök sko En ruggla það ekkert eitthvað flóið það er eiginlega held ég einkennið á góðu tónlistafólki sem spilar live músík svona sko að það er að fljóta með því að þetta er ekki alltaf eins sko Stundum ég að hugsa maður sé bara alveg trillt að bara það svona tónleika og svo bara ef eitthvað eitt fokkast upp það bara er þetta Það er mitt málið að það getur eiginlega allt fokkast upp en heildin er svo sterk að þetta fer ekki á teinunum sko Þú talar þetta í sambandi Eurovision Gerði ég það? Já, akkurat þetta Hjá listamönnum? Já, alveg, þetta vorum að tala um þetta þegar með Halla á mækinu og þetta Nákvæmlega Akkurat Það er nákvæmlega þetta nákvæmlega En það var hins vegar á teipi sko þannig að það var minna sem gætt klikkað þar en það litla sem gætt klikkað var það að Halli barðinu í mikrofónina því það var ekki á teipi sko En það var alltaf skeðveikt hann bara barði gítar hérna mikrofónstatu í gólfið og mækinn flög bara til loftið og hann þurfti bara og það eru fleiri 100 miljón manns að horfa sko en Halli er bara pró þannig að hann bara fór og bara dansaði þessi áttuna mæknum og tók hann bara upp og kláraði lagið sko fólk sem er ekki vandi að koma fram bara þú veist og finnst eins og eitthvað að það verið úskeis það fór ekkert úskeis dattið fokking mikrofón í gólfið skýtir einhver Það er að borga hann sko það er svo græð Óleið þannig sko Óleið myndir stökka sko mappbúkinist eða fyrir að bjarga mér hvernig mæk var það? Manstu, já það var í FNU7 það svo hellti yfir mækin hana Já, hann að gera hann að skets Nei, hann að Rikki G hellti yfir einn plótur og fór á mækin og Óli bara er allt í lagi með mækin það er bara RE20 hann að skipti máli Kostar 50 skall sko Svo bara Óli það var 12 þetta hefði ekkert allt Á gögnin maður, hugsa gögnin Það er sem að segja hugsa börni hugsa gögnin Herði, síðasta spurningin er hvað tónlist hlusta þú á? Síðasta spurningin, þú er óvinnsæll Hvað tónlist hlusta ég á? Uppáhaldsbandið mitt heitir Bad Religion og er amerískt punkband það var stofnað einhvern tíðan 1980 og er ennþá spilandi spila svona melodist, Innvortis er rip-off af Bad Religion það er bara þannig þetta er það sem maður gerir maður bara finnur eitthvað sem maður finnst skemmtilegt og gerir eins og það verður ekki eins og það því maður er sjálfur að gera það sko. Það munur að herma eftir hlutunum eða reyna að koma sitt teika á það sama sko. Eiginlega allt sem ég gerir er eiginlega eins og tala með hlaðarpi sko. Ég myndi hlusta á eitt viðtal með Mark Maron þá myndi ég heyra það, ég er að gera nákvæmlega sama sko. Samt öll viðtölu eru bara eða svona viðtalað hlaðarpi eru bara mjög svipir sko. Já. Þú ert eiginlega ekkert að stelið og byrja þannig sko. Það er samt eitthvað við að hafa einhver svona fyrirmyndaði sem maður er að gera og eitthvað svona eitthvað take sko. Ég hlustar svo mikið á punk og þungarokk ég hlusta á allan anskotan sko. Ég veit ekki hvað ég á margar plötur sko. Ég hlusta á Peter Gabriel í gær ég hlusta á Cure í fyrradag ég hlusta á Lamb of God í dag ég hlusta á Adele í vikunni, skilur við Ég veit hvað það er Óli bara, ég veit hvað það er Adele Þú veist ekki restin Nei Ég minna í nýra stöfi sko. Ég er pínu fastur í því sem ég hlusta á þegar ég var yngri og það sem það fólk er að gera núna og ef ég er að hlusta á nýja músík þá er það oftar tónlist sem að kannski veit ekki svo margir hvað er sko.
en ég er alveg gefinn fyrir, mér finnst öfgafull músík skemmtilegt en ég er líka rosalega melodíu kall sko, mér finnst rosa gaman bara þegar bara svona litla sætar melodíur eitthvað svona serviskulegt pop og eitthvað svona tótt sko. Hlustar einhvern veginn á þínu tónlist? Veistu eitthvað eftir þig? Nei, ég set það ekki á sko. Viljandi bara á lötu halvutuna, bara í bílnum? Nei, ég geri það ef ég geri það þá er það svona serimónia. Tónlistin verður að vera á ákveði gömul sko. Ég verður að vera búin að gleyma, ég get ekki hlusta á nýjustu hlutunum með lötu halvutunum eða með skálmöld sko. Þá er ég bara að hlusta á snýrisándið eða hvernig platan er sko. Já. En sérstaklega eins og núna þú veist að því maður er bara gamall og feitur sko, að nú er elsta ljótu hálfvitastöfið er til þess bara að vera 15 ára. Já. Og þá er pínu gaman, þá er maður bara steingleymis saman sko. Meira gaman að gera það með strákunum til þess að svona fara að hlusta á bara já, býttu, við erum að gera þetta. Þá er maður svolítið svona að rifja upp sko. Nei, annars hlustaði ég ekki á mitt út nema bara þá bara ef ég þarf þess, bara ef ég er að rifja upp einhver lög eða velja eitthvað fyrir einhver útgáfur eða hvort við að breyta prógraminu eða eitthvað svoleiðis sko. En almennt þá ger ég það ekki sko. Ég er ekki eins og vissum að finnist hljómsveitarnar mínar skemmtilega sko. Ég er ekki eins og ég myndi hlusta á skálmöldu ef ég hefði enga tengingu við skálmöld. Nei. Góði sölumæður Þið með hlusta þetta mér þetta undlega drast. Nei, veist, ég er mjög stoltur af þessu og ég er ekki að segja þetta sé lélegt en ég er ekki vissum að þetta sé alveg það sem ég myndi hlusta á samt sko. Nei, ég myndi ekki hlusta á þetta hlaðvarp sko. Sko ekki eftir að maður er búin að klippa til hlaðar þá er maður samt bara búin að hlusta ef við erum séðast með multicam að klippa milli myndaðala. Fyrsta viðtalið sem gerum með Þorgrím, ég var svo stressaður með það að ég hlustaði held í 5 sinnum að hann með gáð út. Það er 2 tíma þáttur sko. Því ég var ekki viss að klippi væri lagi og eitthvað. Núna er maður bara export, get out of here. Já, maður þarf líka að gera þetta. Maður þarf að læra sko. Þú þarft að komast yfir hjallan og bara svona fuck it sko. Mér leiði svo sko, ég myndi exporta og þá myndi alltaf ég setja tölum minn myndi setja bara eitthvað í fælinn bara eitthvað, allt í enn kemur bara eitthvað ég bara shit, ég þarf að hlusta á þetta bara til að vera vissum að það sé í lagi sko. Ég var ekki að treysta forritinu sko. En svo náttúrulega eru þú veist fyrir samfélagsmiðla og eitthvað, ég er pínu byrjar að hlusta á þættina þeir eru konar á Spotify sko. Bara þeir vinnur eitthvað og svo nóta niður það sem situr á interneti eða þú veist TikTok og Instagram og alltaf. Er þú þetta ekki að því þannig? Þú veist taka eitthvað klippur, eitthvað hljóðklippur? Nei, ég bara nenni ekki sko. Nei. Nenni ekki. Sko ég er með eitthvað alveg ótrúlega ég nenni ekki að hlusta á það sem ég er búin að sjá og heyra sko. Ég get ekki svona hort á sama Simpson þáttin aftur sko. What? Ekki? Nei, bara ég er búin að sjá einhverja bíómynd þá bara get ekki hort á hann aftur bara fuck that sko. Og meira segja ég er svo illa haldinn sko ef Agnes er búin að sjá bíómynd þá get ég líka hort á hana með henni sko. Af því að þó að henni finnst þetta gaman ég er svona meðvirkur eitthvað bara, þannig leið og ég er búin að taka viðtal og ég er að fara að hlusta á viðtalið mitt og gera eitthvað með ég bara ekki fucking sense í fucking helvíti sko. Nei. Þið séast bara hvernig tekur upp hlaðvarpið þitt tekur upp samdegis eða setja út? Nei, ég tekur upp á mándum ég vinn á Pipar 3. til 1. tekur upp á mándum og það er svona eftir hvað ég er skipulaður hvort að fer út sama í sömu viku sko. Við tulum fara út á 50 eða á miðnætti aðfarnast 5. Stundum á ég eitt inni og þá er það orðið meiri viku gamalt en eins og núna á ég ekkert inni sko. Ég tók bara viðtal í gær og það fer út annað kvöld sko. Ég var með systur mína í vinnu og ég og Baldur við að hún er mjög svona tech-savvy og góðu klippari og bara góð íslensku mannskja og svona þannig að hún var við náðum að borga henni aðeins fyrir það að hlusta á viðtölun og hérna það kom svona bíbi í eyrnatölunni það var svo hátt sko. Þegar fælinn er komin í eitthvað 4 GB þá býr til nýjan fæl þetta gerist alltaf sko alveg bara þetta er svo hátt stilt sko. Jesus hvað þetta hátt með þetta var gæðið já og hún hérna vann og þú veist þá við erum ekki að tala um TikTok sko. Ég er miðaldra maður með miðaldra hlustendahóp sko. Fyrir það ég hef ekki tíma í þetta allt saman en þá vorum við meira bara að senda þetta út á þú veist á fréttameiluna sko.
Já, þið að gera það? Já. Hvað er það að skrifa? Við gerum það einu sinni og við skrifum bara fréttina. Já, það er alltaf, það er bara PR-mennska 101. Ef þú ætlar að koma ykkur í fréttamiðla þá vinnur vinnuna fyrir fréttamannin. Af því að fréttafólk nennir ekki að vinna vinnuna sína frekar en við hinn. Þú vil það einfalt að vera frétt, það er bara copy, paste, ég skrifa þetta. Við erum öll svona, þú mútir elska þetta ef einhver myndir vinna vinnuna eða fyrir. Ég get ekki sagt mikið, ég er að fá því í viðtal og svo er ég bara að posta þínu og svo bara Það er nákvæmlega. Þannig að við gerðum það, svo bara hérna hættu við, sko. Ok, af hverju? Hún nefndis ekki og við prófuðum það bara og hlustuninn hún breyttist aðeins, hún fór aðeins niður en var svona meira konsistent og svo fór hún bara upp aftur. Þannig að við bara svona, við erum líka komin svolítið á hann stað með þetta einhvern veginn, það eru mörg þúsund manns að hlusta, sko. Já, ok. Og community er orðið bara það stórt og það öflugt einhvern veginn að þetta er bara sitt eigið entity, sko. Ég veit ekki, við Baldur erum svolítið svipaði með þetta báðir, sko. Við erum til í að sjá þetta stakka, það er auðvitað að selja lýsingar og það er auðvitað, svoleiðis. En við erum svo nægjusamir þegar við erum búin að ná ákveðnum svona kjarna, sko. Já. Þannig að og ég er svona líka pínu svona markmiðadrifin. Ég er búinn að vera efstur á öllum listum, þú veist. Ég er búinn að sanna fyrir mér að einhvern veginn að ég get toppað allt með þessu hlaðvarpi, búinn að vera í öllum fréttamiðlum, mest lesta fréttin og bla 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 bla, ég er búinn að þessu öllu saman og bara því ég er búinn að því einhvern veginn þá er ég bara svona, já, gott shit, sko, ég veit þetta er gott, þú veist, ég get gert þetta þegar ég vil, en núna bara tekið þessi viðtöl, hef þetta bara næs og veist, fullt af fólki að hlusta, en ég þarf ekki einhvern veginn að tróða þessu að allstaðar. Svo bara stundur rættar þetta í fréttinur og stundum ekki og það er bara næs, sko. Þú ert ennþá á top 50 eitthvað á podcast. Já. Ég man rétt, sko. Ég held að ég mjög oft ég er búin að svo sérvistu núna, ég er búin að taka svo mikið af viðtölum sem ég langar bara að taka, sko, fullt af fólki sem engin veit hver er, sko. En þú veist, það er ekkert langt síðan ég var síðast inn á top 5, þú veist. Já, þessi listi líka, hann er voða skrítið. Já, hann er rosa skrítið, sko. Við komumst hæst top 19 Spotify. Já. En við erum samt, sko, við erum total á Anchor, þú veist, við notum Anchor til að publisa, total í okkur er 16k, sko, total. Já. Þannig við erum bara að fá svona max 1001 þátt, skilur við. Einmitt. Þannig þetta er ekki fyrir views, þetta er eitthvað annað, sko. Þetta er svona, þetta er líka alltaf þegar komið ný hlaður. Já, nýtt stöf fær svona upp, sko. Við vonum að þetta ekki nýið þá, sko. Nei, það var alveg búin að vera ár, sko. Já. Það var mjög. Það er kannski að kom smá spike. Já, það er svona stóra breytingar virðast fá rosa mikið, sko. Já, þetta var, svo einhvern veginn hættið með listan og... Já, svo minka, þetta var fucking skrítið, sko. Já. Ég maður þegar maður gæti skrollaði 200, bara, herru, ég komst á listan maður, ég er 199 hérna. Já, ég var rosa mikið í þessu fyrst, sko. Já. En líka bara til þess að sjá að maður sé að ná einhverjum árangri, það er líka alveg gaman, sko. En núna bara, ég opnir ekki lengur, sko. Og það er ekki það ég sé að missa allan metnað, sko. Ég bara, nú er bara metnaðurinn annars staðar. En, þú veist, ég er rosa til í að ná bara topp árangrinum, sko. Og þá getur ég einhvern veginn slakað á, sko. Fara að gera það sem gera þetta bara svo ég vil gera þetta. Pínu huglegt, þetta útskýrta, en svo er þetta líka bara að hafa gaman, sko. Já, alltaf á endanum alltaf með því. Já, þetta er bara geggja gaman og það skiptir manni. Og ef þetta er ekki gaman, það er ekki séns í helvíti að það gangi vel. Það gengur kannski vel í einhvern ákveðin tíma, en ekki til lengdar. Hvað var þitt strategy? Hvernig komst þú á toppin? Tell me the secrets. Viltu fá að vita í alvörinu leyndarmálið? Já. Gera hlutina vel. Það er nummer 1. Nei, það er ekki nummer 1. Það er nummer svona 3. Byrjum á 3. Já, veist, teljum okkur upp frá 3. Þú skoðum að gera maður hlutina vel, bara þú veist, production og research. Hugsa út í hvað það er að gera. Okay, eins og þið er að gera hérna. Þú veist, það er hugsun á bakvið það. Fullt að bara tæki hérna og það er búið að hafa sambandi fólki og þeir eru tilbúin því KM og veist, þetta er bara decent shit, skilur við. Að því að stundum bara er fólk að gera hlutina bara með endaþarminum á sér og það bara skilur ekki á hvað það gengur ekki. Það þarf að gera þetta, veist? Það þarf að gera allt. Og meina, fólk kemur bara til mín og því líður bara vel og ég er bara búin að hella upp á ógeðslega gott kaffi og það er bara allt ógeðslega næs og þau bara sitja við eldhúsborðið heima á mér og það er bara, veist, þetta er alveg svona útpælt.
þetta er ekki bara einhvern veginn, ég vil ekki gera þáttinn minn bara í einhverju köldu stúdíói fólk er að segja mér ótrúlustu hluti og það hefur alveg með að segja að kaffið er gott og útsýnið út úr gluggan heima og mér er geðveikt sko. Ég held að það skiptir miklu máli ef við færum okkur úr 3 upp í 2 að þetta soundar ógeðslega vel. Já, við þurfum að bæta okkur því held ég. Af hverju? Jú, ég vil fá betri mækar bara. Þessi mækar gera ekki shit Jú, sko. Það skiptir engu fokkin máli, það myndi enginn heyra. Þú alveg að gera það sko. Nú er þetta ekki bara græjulúðina að tala. Ég ætlum að hlusta mjög mikið á hlaðvarp. Já. Og ef að hljóðið er aðeins fjærð þér, aðeins svona einhvern veginn verra og einhvern veginn svona virkar ekki og mishátt í öllum og eitthvað svona dót sko. Þó maður ég vil taka ekki alveg eftir því, það er maður næri ekki sömu tengingur sko. Ég er sammála því ef að þú veist hljóðið til dæmis stundum í hægra og stundum í vinstra og eitthvað það er náttúrulega bara kjaftaði sko. Heldur að fólk myndi fatta ef við skiptum í SM7B? Nei, ég er ekki þessum að fólk myndi fatta en fólki myndi finnast ennþá þægilegra að hlusta. Já, heldur það. Þetta er bara spurningum að láta fólki liða vel sko. Já, við kaupum SM7B. Djúvill gerir það. Við getum ekki senda hann í Ísland. Já, við kaupum hann í Des þegar við förum út. Við getum keypt hann á Þómann. Já, við kaupum hann á Þómann. Okkur kaupum hann í Íslandi. Dýr. Miklu ódýrar að senda hann. Er miklu ódýrar að panta hann á Þómann? Aftur eftir. Ef við tökum standa líka, Þómann sendur upp í 16 kíló sko. Þómann er ótrúlegt fyrirtæki sko. Þómann sko, Þýskaland. Svo er allt annað B&H. Tjekkja á hljóðfærahúsinu fyrst. Það er reiknið þetta til enda sko. Já, við reiknum þetta. Við sendum á þeim besta búð í heimi. Við erum með hlaðvarpið. Við erum með hlaðvarp afslátt. Tjekkja þig. En hvað er nummer 1? What's the secret sauce? Það er að grænda. Það er enda satt á consistency grænda. Þegar þú segir grænda, er það volume? Það er volume þá? Nei, það er þáttur á miðnætti að fara nótt 50 dags. Þátturinn sem fyrir út núna næsta 5 dag, hann er nummer 95. Það eru og það fóru 2 þættir hjá mér í fyrstu vikunni. Þetta eru 94 vikur í röð sko. Ég nennis ekkert alltaf sko. Ég fucking fyrirlít þetta stundum. Ég þóli ekki þetta fucking drasl. Þú finnst það ráðan, ef þetta er ekki gaman? Já, ég veit það. Í heildina er þetta nógu gaman. Okay. En akkurat þegar börni mín eru að sturta seriósinu á eldurskóli sem þarf að helst að vera hreint þegar einhver kemur í heimsókn og vinna mín vill fá mig til þess að koma inn á mánudögum og ég þarf einhvern veginn að djögla öllu og allir út í brjálar og ég er svefnlaus og bara það er svo auðvelt að segja bara já, ég sleppi bara þættinu með þessari viku eða þú veist bara ég er fullkomna að trúa því að þetta sé það sem að skipti máli í öllu sem þetta gera sko. Það er ekkert mál að hætti í hljómsveitinni það gengur ekki nennir enginn að koma á æfingu og eitthvað bara ef þú ætlar að láta ykkur að virka það verður enginn vinsællega frægur bara svona það slær enginn í gegn það er eitt skipta svona 100.000 það sem einhver í alvörunni slær í gegn bara svona overnight þetta snýst alltaf um þetta fóðu góða hugmynd, framkvæmdara mjög vel og svo verður þú bara að gera þetta og gera þetta og gera þetta og gera þetta og fucking, það var enginn að hlusta fyrstu 10-20 þættina sem ég var með þetta Hversu margir? Hversu margir? Voru að hlusta þá? Já 500-1000 manns eða eitthvað? Já, það er bara venlegt sko. Já, menn það er miklu minna en ég er að tala um núna sko. Já En samt, Ísland svo lítið Það er fáralega lítið, já Allt og lítið Það er ótrúlegt hvernig það er svo margir hlusta Það er samt lítið, en samt sko og þetta hlaðvarp er svo nýtt og allir, þú veist, við held að fá ógeðslega margir áhuga á hverjum degi á hlaðvarp einhvern veginn svona, þú veist, nú kveikja á þessu skilur og ég held að hlaðvarp sé bara good shit skilur núna með íslenska markað, skilur, eða ekki markað þetta þú veist bara svona, hvað er hátt uppi skilur, hvað margir nýta sér þetta og hvað, þetta er bara Spotify skilur Þegar þú stofnaði þitt hlaðvarp, að byrja með það voru þið með einhvað í huga peninga? Voru peningar komin í myndina með hlaðvarp á þeim tíma? Já, við urðum að hugsa um það strax að því að Baldur fór í þetta full force, hann vinnur við það sko ég tók eiginlega bara á mig það að fá eins lítið borgað og ég mögulega gætt hugsa mér sko til þess að hann fengi laun sko Já, við gerum þetta það er fáránlegt að hann sé ennþá að gera þetta sko launin sem hann er búin að fá í gegnum tíðina er bara þau eru fáránlega lág sko en það er komið núna, þú veist, nú er hann bara komin bara decent laun sko
Já, við vorum með það í myndinni frá upphafi en það var mjög erfitt að búa það til okay. og við erum ekki svona eins og kannski heyri sko, þó við séum kærulausir og fyllibittir og bara ykkur draumar menn, þá erum við samt ekkert mikið fyrir það að ætla að gera hlutir eitthvað geðið þrætt sko. Þú veist bara, já, gerum bara samning við þennan og bara 1 milljón á mánuði og þú veist, við fengið fullt af tilboðum sem bara þetta er ekki góð hugmynd sko. Það er einhver tala á borðinu en bara ekki til í þetta sko. Myndið þú sérst ekki mæla með neinu sem þú fílar ekki skilur? Nei, ég er búin að segja mörg nei en sko hlutfærslega hef ég ekki sagt rosalega mörg nei vegna þess að svo kemst maður líka því þegar maður er að tala um sponsor og svona sko. Það eru allir að gera hlutina vel, það vilja allir, þú veist, ef þú ert að auglýsa kaffið þitt eða veist, ég er að plugga sjófa og bónus veist, þetta er ekki einhver svona hlut sem bara brennur fyrir dagstæðilega en svo horfir á hvernig sjófa er að reka kompani og bara drullu vel gert það er bara fólk sem er bara í strategíuvinnu og markasteiminu og allt sem er bara í alvörunni að reka businessi sinni vel, það er ekkert mál að tala um það ég er ekkert eitthvað að segja að ég hafi brennandi áhuga á tryggingum alla daga endalaust, en það er ekkert mál að mæla með því sem vel er gert sko. Þannig að þú veist það er einstakar sinnum sem við fengið svona bara það sem maður svona horfir át og bara þú ert bara einhver gosi að reyna að selja fólki eitthvað drasl, ég er ekki til í það sko. Ég er ekki að fara og þá bara, veist, og ég hef mér alveg sagt nei við alveg talsveit háum upp að þeim sko. En ég trúi bara ekki á það líka bara, og nú er ég ekki eitthvað að þykast eitthvað geðt göfugur maður sko. Ég bara held að in the long run tapi ég líka bara peningalega á því sko. Er ekki líka bara svolítið mikið að hugsa hlustunduðin eða þú veist bara svona hann verður að trúa þú veist, og vera sannur hlustundum og ekki vera feika algjörlega það er bara trekt og þá líka er ekkert mál að tala um þetta þegar maður er komin í þetta mindset og ég veist þetta vinn í auglýsingastofu en ég á samt ekkert svona auðvöld með eitthvað svona ég er ekki símasölumaður, farðu og keftu þetta þarna þetta er svo frábært sko. Þannig ég átti svona ég þurfti að finna teikið á þetta að vera með spóns og auglýsingar en leiði ég fatta að þetta bara það er ekkert mál að tala vel um það sem fólk er að gera vel alveg saman hvað það er bara. En placementið, hefur þú það í byrjun, það ekki? Jú, ég er bara með aftur bara Mark Maron rip-offið sko. Ég bara þátturinn minni bara byggður upp þannig ég byrjaði að taka viðtalið og svo bara í vikunni sem viðtalið fyrir út hvort sem það er sama viðtalið sem ég átti til þá byrjaði ég bara þessi þáttur er framöndur á hljóðkirkjuna er ég og Baldur bróður minn og við bjóðum ykkur bla 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 svona marga þætti í viku það eru þessi þætti hérna, plugga hljóðkirkjuna í byrjun sko. Og bara þetta er þátturinn snæputalaði fólk Stef Baldur semur öll stefin, það kemur bara snæputalaði fólk stefið og svo bara kem ég aftur feita inn og þá byrja ég bara eitthvað að segja frá sjálfum mér sko. Bara ég er að horfa á þessa bíómynd í vikunni og löggan tók mig fyrir óhraðan aftur og eitthvað bara og svo byrja ég að tala svo mikið hvernig mér líður og bara svona eitthvað tilfinningar og eitthvað og komst svo að því ég gerði svo hlustanda að ég gerði með sko uppfullur að kvíða sem ég eiginlega áttaði mikið alveg á sko og hann bendi mér á sálfræðing sem ég fór að tala við og það er orðið eitthvað svona running thing sko. Ég fyrir alltaf að tala vera í ár hjá Magnúsi Blöndal sálfræðing og mér líður miklu betur heldur mér leið fyrir árið síðan af því að nú fyrir reglulega til sálfræðings og alltaf að tala um það sko. og ég er yfir bara með eitthvað svona topic þú veist og ég segi fólki bara ég er bara búin að fucking umulega viku og ég er nú yfirleitt frekar líður yfirleitt frekar vel sko. Ég er ekki þú veist er ekki einhver þetta hamla mér ekki mikið í lífinu en komst að ég var kvíðnar en ég held sko. Tala kannski um það og svo bara tala ég bara já og hérna bara þá bara kemur hérna já Síminn Pay er hérna að hjálpa okkur með þetta í dag og downloadið hérna appinu og gerir þetta og getið fengið tilbúið þessu og bla 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 og bara takk fyrir það Síminn Pay svo bara herri ég horf á Iron Man og svo bara skipti ég þessu niður ég bara með svona cirka ballpark hvað ég ætla að tala og tala bara í svona segment og er bara með tala þetta bara svona onni ég segi bara frá því sko. bara með svona checkpoints það er að hitta þetta en ég má gera hvað sem við viljum með því skilur. Og svo bara feita ég út í að segja bara já og svo bara þú veist bara, ég var að tala um Karl Ágúst Úlfsson og
hann ótrúlega skemmtilega maður og það komur óvart þegar hann sagði þetta í viðtalinu og bara gjör svo vel, hér viðtalið og svo bara kemur Stef aftur og viðtalið og svo feitað út við það viðtalið búið 4 klukkutíma senna eitthvað þetta er náttúrulega oft ógeðslega langir sko. Akkur er það? Já, vá, þú var sem ógeðslega löng podcast, ég maður að hlusta Gísla Martin eða eitthvað. Það var 5 tíma. Það var rosalegt. Það er ekki að lengsta þessu sko. Ég hlustaði á allt og við vorum að fá hann í viðtal. Já. Sæl sko. Það var svona geggjað sko, ég elskar svona löng. Já, það er málið sko. Já, svo feita bara viðtalið niður, Stef og ég bara kem örstutt í endan og þá þakka ég aftur bara takk Simi Pay og sjóa eða hvað og bara svona örstnögt og bara segi og ég líka nota hlaðarpi til þess að plugga sko, ef hálfvitandur er að spila bara, þú veist, Skálmöldu er að fara að spila í Eldborg Gubbi með á Tix, þú veist þannig ég líka plugga sjálf á mig sko, þetta er strategist sko. Og er þetta eftir þessum markaði? Eftir? Markana fyrirmyndinni inni? Já, Mark Maron gerir þetta sko, hann er stand-up comedian hann selur til og með miðana sína svona en hann er með svona, segi frá hvernig hún líður eða hvað hann er að gera kemur svo með, hann er enda sko munurinn á mér og hvernig hann gera, hann er alltaf bara með hann er með lesin pistil sko, hann er búin að skrifa niður sko pluggið sem bara líka næst sko lengdin á viðtölunum, já það gerðist þannig að ég held þetta alltaf að vera svona klukkutími og korter 1,5 alveg max sem að ég held að hljóta bara teljast okkar eðlilegt sko. Og fyrstu viðtölunni eru cirka þannig sko. Kannski aðeins lengri, svo fór eitthvað aðeins að tegjast svo tók ég viðtalið Flosa vin minn sem er með Baldri í Draugum fortíðar hann er náttúrulega eitt flóknasti maður sem ég kynst sko. Og stórkostlegur maður sko. Á svo ótrúlega ævi sko. Misti pappa sem hann var ungur og búin að fara í gegnum fáránlegt unglindi sko. Alveg bara litar hann alltaf og geðveikan alkoholisma og alls konar dót sko. Og við erum bara vinir og við sátum bara saman og vorum bara að tala saman og allt við vorum bara að tala saman í 4 klukktíma og svo bara kláruðum við viðtalið og ég bara ég hringdi ekki í Baldur, ég myndi aldrei hringja neitt hitti Baldur og þetta er lígi og við fórum bara hvað er að gera við þetta? Hendur svo bara Hvað er að gera við 4 tíma viðtal? Þetta er fáránlegt. Baldur var eitthvað pæli hvort að klippa þetta niður og ég bara, það er ekkert annað sem ég langar að klippa út. Viðtölum minn nota bene fara eiginlega öll og algjörlega óklippt sko. Já. Og svo datt okkur í huga að skiptis í tvennt. Snorri Björns hafi tekið viðtal við Magnús Skeving sem svo langt að hann sendi út í 2 vikur, þú veist. Hluti 1 og 2 og ég einhvern veginn pældi eitthvað því og bara það mikar ekkert sens það er ekkert það þarf ekkert pláss í dagskrána þú veist, það er pláss á internetinu sko það má alveg koma langur þáttur þannig að við ákvaðum á endanum að bara senda þetta út setja þetta bara út eins og þetta var og það breykaði bara strax fólki fannst það bara, hefði ekki bara með lengdin að gera þetta bara viðtalið var geðveikt Flósi var að koma hann og sagði ótrúlega hluti sko, þetta er bara eitt sturlaðasta samtali sem ég átt og þá fór ég bara að læra það þetta hefur bara þetta er bara eins langt og þetta er sko. Og ég var alveg tekið viðtal sem eru 5,5 tími sko. Það er rosa langt en fólk líka hlusta samt bara svona það bara setur í gang og svo slekkur það bara þegar það er að fara að gera eitthvað annað og svo bara setur það aftur í gang og þá bara byrjar viðtalið aftur þú þarft ekki að hlusta í einu lagi sko. Nei, við erum enda að klipta mér þáttu 2 sko. Já. Það er ekki alveg múði sko. Bara gaman að pröfa Já, algjörlega, og ég held að sé ekki rétt eða rangt í þessu og við hefðum alveg getað farið þá leið en við einhvern veginn ákvaðum að gera það ekki og eftir það þá bara en þá þurfti ég líka að læra að sum viðtöl þurfa ekki að vera svona löng sko. Ég var farin að lengja stundu viðtölum þegar mér fannst það svo töff sko. Já, svona forsa ég gaurið með löngu viðtölun, ég ætla að hafa öll viðtölun 3 tíma eða meira bara, 9 tíma Já, og þú veist testum það og það hefur ekkert með að gera hvort að viðtalið er langt hvort það er gott eða vont stundum bara er einhvern svona almennilegt veður maður Já, þetta veðri við erum svo hátt uppi að það er alltaf bara er bara að berja hérna verið Já, það er bara fönn að viðtölin eru bara þannig sum eru bara undir 2 tímum og þá bara fáðu einhvern svona boga og svo bara lenda og ég finn það bara árið ég kann þetta bara, ég er bara nógu vanur sko. En sum viðtöl fara bara hægar upp og koma bara hægar niður sko. Þá megaðu vera 3-4 tímar mínum sko. En fólki sem býr heim hjá þér þú bara hleypir því ekkert inn, bara læsir Ég náttúrulega gera þetta bara
að bara þú kemur bara í heimsókn klukkan 10:30 á mánudagsmorgni. Já, bara það Þá þegar eru bara skóla og krakkarnir vinnu í skóla og leikskóla og konun í vinnu, sko. Og það ekkert verið að fara yfir tíman. Nei, þau eru 5 tímar og þau eru ekki komin heim þá, sko. Þetta alveg strategera, sko. Ég veit alveg ég hef tíma. Allt plana. Svo var börnin úti bara. Bara 10:30, þá, ég veit að þá ég pottið búin að stilla allir upp, að ég nenni ekki að stilla upp á kvöldin, af því að þá ættir að borða morgunmatinn við borðið og gera allt, þetta bara eldspúra heima á mér, sko. Þannig að ég þarf að skópla liðinu út, stilla upp draslinu, tengja þetta allt saman, hella upp á kaffið, þrífa klóstið, skilur við, svo ber undir, sko. Ég veit að ég nokkuð safe 10:30 og þá veit ég líka að ég á nógu langa tíma að viðtalið verið langt, sko. Það er bara geggjað. Eru ekki bara, Jú. hann heldur góður bara. Þið stjórnið þessu. The curve's down. Hvað, Ég viljum getur hafa endalaust, ég getur í 5,5 tíma. 5 tíma? Við ætlum að fara inn í herbergi. og ég klára það. Já, þá segir ég bara takk Þú fyrir reddar þessu. komuna og takk fyrir að horfa. Já, bara takk fyrir mig, þetta var mjög gaman. Já, ég veit að ég heyrða. Ég var bara cut that shit out, bro.